Sælir, herru, dag er nýtt podcast og það er That Icelandic Guy. Sælir. Arnúlfur Hákonarsson. Hæ ég. Það er þú. Nú, veist, hvað gerir þú? Ég er bara eiginlega full-time content creator. Það er sikri. Já. Það er ekki margir þannig í Íslendinga? Nei, við erum samt nokkur sko. Okay. Það er alveg, jú, eru ekki nokkur að þessu? Það er ekki margir sem eru á YouTube. Eru að tala um það samfélagsmiðla? Já. Þú veist, það er náttúrulega Ása. Sunneva Einars það er einhverju sem eru svona, ég þekki ekkert að þá sem eru bara að tala íslensku en íslenska senan einhvern veginn, en það eru nokkru svona einhver svona lifestyle og eitthvað svona, en ég held að þessu ekki margir sem gera bara YouTube, ég held að veit engan sem lifir á því. Jú maður, það er einhver gæði sem heitir Snow Finn, eða Finn Snow sem er einhver, hann er íslingur sko og er eitthvað svona fór að ferðast eða eitthvað, ég veit ekkert alveg um það, ég fór bara að tjekka á söktu hann og gerir svona travel vlogs en hann býr á Filipsheim, ég held að hann festist það bara og með eitthvað svona nokkur 100.000 followers ég er nokkuð vissum þetta gæðis í Íslandingu, kannski er að segja bara þeir sem horf kannski er að segja bara algjörður rugg skilur en ég held það, það gæti alveg verið að hann sé bara frá Kanada eitthvað, I don't know en ég fundi hann og síðan það er eitthvað gælar sem heitir Hrefna já, jú, ég hef síðan einhvern tímann hún talar svona Icelandic teaching you guys about Iceland ég sé það hún er killing it sko, hún er fullt af fylgjendur líka gerði eitthvað Eurovision eitthvað hannig og svo er ég þannig að ég held það sko en ég er bara YouTuber ég er bara búið til vídeo hverju viku skilur sem er geggjað, þetta er náttúrulega bara every kid's dream það er verið að segja með það kidsin, þetta er svona andjók sko ég heyri það sko ég vinn svolítið með Epidemic Sound, ég veit ekki hvort þið viti hvað eru ég vinn mikið með þeim og ég sá sem hefur svona tengsli mín við fyrirtæki, hann var að segja við mig eitthvað, börni mín þau eru bara svona, pappi minn vinnur með YouTuberum og það er vist orðna bara svona eins og okkur eins og mér fannst eitthvað svona stjörnur verið, skilja ég þetta ekki smá bjánleita hugsun, þannig er það víst, já, allir búið að breytast veist, svo, kannski þinni tíð, þá eru stjörnum það bara, þú veist, í myndunum minni tíð er svo gaman, sko í þinni tíð, sko það er náttúrulega alveg það er 10 ára milli okkar, við erum 17, sko ok, þá er alveg aðeins meira það já, 12 ára ekki jú, 12 ára já, þú veist, þegar þú varst úlingur skilur, það var YouTube ekki netið, það var eiginlega ekki þannig netið var komið ekki það var bara bein og það voru eiginlega ekki til sko, YouTuberar voru ekki ég notaði YouTube bara fyrir að ég veit ekki sko, maður var eiginlega ekki að hanga eins og í dag, þetta var ekki orðið þetta sem er það var bara svona random vídeo jú, það var bara eins og TikTok næstu já, nema ekki samt svona einhverjir sérstakir kreatorar þetta var alveg bara svona random vídeo og eitthvað, maður var mest að hanga einhver svona fórumum og þannig dæmi og svona tjöttum, svona svipað á Discord miklu meira basic sko, það heit Ventrilo Ventrilo? Já, við veitum hvað Basehunter er já. Hann gerir lagina við sitter här i väntan och spelar lite Dota, það er venten, það er vent þetta er eitthvað svona töluleika lag skilur þannig að við nördandi vorum að chilla á ventinu, það er allan að sjáta til ykkur sem við veitum hvað venti er sko. það er náttúrulega eitthvað eldgaman sko. Mjög, en núna þú veist þegar maður er á Discord þá er maður svona ég sé alveg að ég sé bara hvað vent var ógeðslega basic en já, þetta er náttúrulega breytið skilur nú erum við bara YouTubers og eitthvað en sko, ef við kannski útskýrir fyrir fólkinu sem að hlusta, er bara hvað er anskotan með, eða þekkið ekki þá þú veist, hann basically lifir á því, hann býr núna í Svíþjóð hann lifir á því að gera YouTube og content já, YouTube og já, þetta er sem sko, ég bý til efni fyrir samfélagsmiðla, ég vinn að ég er á YouTube, Instagram og TikTok það er það sem ég er að gera mér er í raun og veru alveg sama skilur ég er ekki eitthvað svona, ég elska YouTube þegar ég finnir þetta geggja skilur þá fer ég bara ég hugsa þess að miðla hvar er organic reach þýr eða hvar er athygli sem þú þarft ekki að borga fyrir þú þarft ekki að borga fyrir að ná út til fólk skilur og hvar er fólk að chilla og til dæmis ég fór á TikTok 2019 þegar voru bara einhverju litla stelpur á TikTok að því ég sá bara að það er sturla mikið af fólki að chilla þarna og það er ekki margir kreatorar þá ákveði að fara á TikTok ef það kemur eitthvað annað að setna og fer ég þangað en akkurat núna finnst mér YouTube að vera skemmtilegast en YouTube er eini horizontal plattformin hinn eru allir vertical videoplatforma fyrir síma mest á meðan YouTube er
það er svona lengra content sem þú ert að búa til og mér finnst það skemmtilegast og legg mest að vinna, það tekur líka langan tíma að gera YouTube-vídeó, menn TikTok tekur bara stundum tíma en það er geggja að búa til TikToks og þannig líka, og kannski er fólk ég er líka að gera þetta í ljósmynda og kvikmynda senunni, það er svona nýsið mitt, þannig ég kem úr svona ljósmynda einhverju bakgrunni skilur, en það er ekki alveg hvernig það byrjaði sko, dottinu það líka en það er nýsið ljósmynda myndavela, vlog, I don't know fara bara inn á þetta Íslandika skilur og smetla follow, like og tjekka á þessu En þú ert það mikið svona á TikTok fyrir bara að taka upp skilur og setja út, þú veist ekki taka upp í kameról Jú, ég tekið þetta í kamerunni sko Þetta er alveg, þú notar CapCut eða ekki? Nei, ég nota CapCut, ég nota það alveg stundum sko en ég tek öll TikTok sem mín meira meina að tekja myndavélina mína og síðan bara inn í Premiere Pro og vinda þar ég er miklu meiri stjórn á Premiere Pro en ég þekki alveg TikToker sem eru með 1 million followers og gera þetta bara allt í símanu skilu en þú veist ég og svona kvikmynda nördar einhverjir, mér finnst bara miklu meira næs að nota myndavélina mína og síðan setja bara í tölvuna og vinna þetta þar og nota bara myndvinnsluforrið til að búa til vídeóin Mér finnst þetta nefnilega svo góð leið til að læra á svona algjörlega Þú veist, þú getur fengið svo margar hugmyndir og þú veist, þá þarf að spyrja skilur, þú veist, og googla Já, maður finnur sko ég keypti Da Vinci bók til að læra Þú er búin að opna neinu svona Nei, ég sko, því ég var í London sem krakki, ég var bara, ég ætla að læra color grading af Da Vinci ég keypti bara bókina það var Da Vinci 15, nú er komið 17 Já, ég myndi ekki nenni því ég held best sé bara að gera sko, og bara gera eins mikið og getur og byrja bara að taka upp og bara vera að vinna í þessu, þú veist ég byrjaði á YouTube 2016 og það var út af kringum töfra og spilagaldra ég var að vinna sem töframæður í Reykjavík og ég er búin að vera að gera spilagaldra síðan 2008 þannig að var all in í því einhvern veginn að hugsa mér, mér langar að það væri næs að búið til YouTube-stöðu, fór að gera YouTube-vídeó og síðan fór ég að ferðaslatta og áður en ég vissi að þá var ég með YouTube-stöðu sem var svona hálfpartin vlogs og hálfpartin töfrar og mega gæli sens og mér langaði líka með skaman að kenna þannig að mikið, þú veist, þeir sem eru að horfa mikið af YouTube-inu mínu og meira þess að TikTok eru svona tips og bara kenna allt sem ég er að gera það er gaman að, þú veist, miðla visku og miðla reynslunniðinni skilur áfram og þá ákvaði ég í 2017 að ég verða að búa til aðra stöðu líka því að þú getur alveg ekki verið með þú verður alveg ákveða í hvað nissi hvað vilt þú tala þú getur ekki verið að tala líkamsrækt og síðan eitthvað allt annað bara eitthvað sem meikar enga sens sem er ekki eins og nálægt bara eitthvað, ég veit ekki, hvað er öfuga við líkamsrækt bara óheilsu velja góða svo erum við bæði það meikar ekki sens þannig að þá bjóði þetta í Íslandika og vissi ekkert ljósmyndun og þannig sem fór bara gera þetta og svo 2018 til 2019 ákveði að taka eina mynd á dag taka og posta einni mynd á dag á Instagram sem 365 Síman á Silent það er krúsjal atrið í podcasti Ertu búin að þið? Nei, ég er ekki eins og búin að heldur Ég er einu búin að það ringir hallin skilur ringir enginn í mig sko við skulum nú gera þetta líka Þetta er fyrsta sinn sem þetta gerist Já, þetta gerir sko Skausti í fótinn Þarna fór stríkið mitt Flight mode Nei, þetta er alltaf, svona gerist Flight mode Já, það er ekki bara, þá getur náttúrulega enginn á því mig, sko. Já, þá veit maður ekki hvort þið ringdu Don't disturb Mér er alveg sama En ef þetta er epidemic sound, we got a deal hérna Það er Peter McKinnon ætlar að gera collaboration þá bara náður í mig aftur, skilur það hlýtur að vera hann eða ekki þetta er one time thing, sko Þeir senda mail, skilur það er enginn sem ringir í það verður maður á því núna, kannski, það er ekki það er alltaf ekki, það fer alltaf ekki mailið, sko Þú ert alltaf mikið í þetta reddast Já, bara eins og Íslendingar bara eins og Íslendingar yfir höfu sko já Jú, maður er svolítið ekstra hann sko ég bara, við tökum eins og þetta kemur sko við erum bara, þetta reddast skilju reddast ekki? Jú, þetta er bara skólinu mér sko þetta reddast það er ekki að vera með þetta reddast sko ég er algjörlega, kannski ómikið skilju en ég er algjörlega á því að þetta reddast maður en samt sem að hugsa líka sko þess að þú ert að leggja vinnu í þetta sko alveg tjúlaða vinnu sko tjúlaða sko Þú voru bara að segja áðan bara djúvill eftir consistent Þú voru bara að skoða yfir bara shit maður getur ekki hugsað bara það er reddast, ég fæ 80.000 subscribers þú ert komið með sko Nei, ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því fyrir kannski nema kærasta mig hversu sturlaða vinnu ég lagt í þetta, ég hef ekki tekið frí í 4-5 ári, ég var mitt 8 daginn og ég hef ekki tekið heilt frí og ef það er eitthvað svona ok, ég
ég græði einhvern smá svona díl við campervan fyrirtæki hér, þá get ég tekið fjölskyldunni eitthvað svona campervan ferðalag, en þá er ég náttúrulega að vlogga og taka myndir og gera allt saman, skilur svo bara, þú veist, þannig að og þetta er náttúrulega ekki bara eitthvað, þú veist, ég er með strikt vinnusketsjúal og áður en ég fekk nóg í bad, áður en ég var með bad, þá var ég bókstæla bara í stúdíóinu, bara mætti frekar snemma, ég vakna ekki það seint og milli, þú veist, 6 og 7 eitthvað hannig, svo bara borða ekki einu svona alltaf, maður færi ofta morgunmat setna, bara bomba mér í stúdíói og síðan er bara unnið þangað til, ég veit ekki, bara einhvern veginn seint, skilur, helgar, þú veist, ég djamma ekki, ég var ekki að djamma heldur ykkar aldrei, ég var bara að gera eitthvað, skilur, þannig að jú, þú verður náttúrulega, þú kemst ekkert, þú getur ekki byggt upp neitt með að vera, þú verður að leggja tíma og alveg bara mikinn tíma og meirinn tíma er næsti maður og mér var alltaf svo geggja, ég var að lifta sjúklega mikið þegar ég var ungur og mér var alltaf svo geggja þegar strákarnir fóru eitthvað að djamma og ég var á rektinu, skilu, það var bara svona, ok, nice, þeir eru eitthvað að djamma og ég er bara að vera massaður, skilu og þetta er svona sama dæmi hér, því þú veist, hvernig ætlar að komast áfram, þú verður bara að setja inn tíman og plana og bara vera að vinna og sérstaklega á samfélagsmiðlum og eiginlega bara öllu öðru, þá er consistency lykillinn. Það er bókstaflega það er bara eina þú veist, þú bara postar gauð, strákar, það voru sko við erum talað um 4 ár sem maður var ekki að horfa á þetta, skilur ég var bara að posta samt vikulega og stundum, ég átt tímabil sjúkasta tímabili sem ég átti í þessu er ég var að posta 1 til 3 YouTube-vídeó á viku, síðan var ég að negla 4 TikTok-vídeóm á dag og síðan var ég að negla nokkrum Instagram-postum á viku líka og reynda að gera story líka og þetta var áður en Anita sem dóttir minn kom, skilju, og ég var bara neglis út, en það var svona shiftið, því að eftir þetta var svona, þá náði ég 5.000 followers á YouTube og á því ári fór ég frá 5 yfir 50 og frá 2, 3, 4, 5.000 á TikTok upp í eitthvað 500.000 held ég og síðan Instagram líka fór upp aftur, þannig að en þá var ég líka búin að byggja ákveðin grunn og síðan bara datt í einhvern svona burst mode dæmi, bara eins og hvað vélmenni bara það byrjaði svo tölu þá varstu það bara, ok, þetta er að virka bara... Já, eitthvað COVID kemur sem sagt og ég er mjög aktífur, skilur, og já, ég rek annað fyrirtæki líka, ég flytti Svíþjóð og er ekki minna að vinna og ég nenni ekki að byggja upp töfra bransan aftur, því þú veist, ef þú ætlar að vinna sem töframaður þá ertu þú ert háður networkinu, þú getur ekki hringt í eitthvað leður, ég er töframári, ég vinna fyrir ykkur, það verður bara að sjá að þú ert að gera eitthvað cool, skilur, þannig að þetta er svona word of mouth dæmi og þegar ég kemdi Svíþjóðar sem er sett kærasti mín sænsk og ég ákvað bara að flytja hann út, þá þurfti ég ákveða, ok, á ég að reyna að byggja þetta upp aftur eða á ég að, þú veist, fara og döfla niður á þetta YouTube thing með ljósmyndununa og allt þetta og ákvað bara að gera það og gera fyrst er að gera YouTube-vídeó eitt vídeó á viku á töfrastöðinni og síðan á ljósmyndastöðinni en síðan einhvern veginn feitar töfrastöðin út og allt annað fer á YouTube og síðan, þú veist, hef ég stundu verið að vinna líka taka myndir með fyrirtækjum og eitthvað svona áður. Þið verið að stýra samtalenu, skilur, ég er með massa mikið ADHD bara geggja, sko. Ef ég dett inn í eitthvað svona inn í eitthvað hugabróð einhver staðar, þá verður bara tóga mig aftur baka, skilur. Nei, ég elska það fólk bara eða svo talum áður með að posta 4 TikTokum dag. Ég man þegar ég fóbröðum mig, sko. Ég var ekki að segja þér þetta. Nei, hvað? Ég er svona, ok, ég ætla að klippa 2 TikTok dag og setja þér TikTok fyrir podcastið, veist. Og svo gerði ég þetta og svo bara hætti því. Ég var svona, Þetta er alveg mikil vinna, sko og en það kemur hann, sko, ég bara posta og út af því að ég ætla að klára það, ég fer sér til Svíþjóðar og ég stopna eitthvað svona handgerð beina víkingaskart fyrirtæki sem ég sel handgerð víkingaskart til túristabúðir og ég kaupi þetta úti, þetta er designið mitt og og það var frekar næs fyrirtæki því ég með einhver 10-15 verslanir sem voru að kaupa mér, ég bókstæðlega fekk vörur og svo bara labbaði milli verslana, túrisverslana og bara vilja ég kaupa þetta og náði að fá nokkra verslanir og það tekur þetta er svona heildsala, þá tekur það lítinn tíma, náði samt að fá einhver smá innkomu og gat þar að leiðandi, þú veist, vinnuvikan var ekki löng í þeirri vinnu, mann fyrir sjálf mig og gat þá sett sturlaðan tíma á YouTube-ið þegar ég var þá með bara 2000 followers en ég er búin að trýta YouTube-ið og alltaf samfélagsmiðla eins og ég sé pró frá því ég var með 1 follower. Já. Þú veist, það er líka bara síðan þá er bara schedule og bara með að langa að gera þetta og þetta er bara búin að vera svona eitthvað ok, ég ætla að ná að vinna fyrir þetta og svo kemur COVID og túristabisningum fyrir helvítis
og ég er með enga innkomi þar, ég er með ekki, ég er með 5.000 followers á YouTube, er ekki eins og sé eitthvað bálinn, skilur, ég er ekki með það er ekki eitthvað þannig sé mikið laun og kærasti mín ólétt og ég er bara svona, ok, hvað á kallinn að gera núna all in á YouTube og þá negli ég bara endalaust af vídeóum á TikTok og samfélagsmiðlum og síðan bara þú veist, springur þetta upp þaðan og hérna, bara búið að ganga vel, skilur og er bara sjúklega skemmtilegt og líka í ljósmynda hérna, nísinu sem ég finnst ógeðslega geðveikt gaman að taka myndir og myndavel eða búið til vídeo líka, mér finnst vídeogerð suttalega skemmtilega líka, ég var líka að kommenta strákunir með eitthvað svaka myndavelin og rosalega græður sem því þetta er sjálfur að gegja, skilur Já, gegja, sko. Maður er að gera eitthvað með það, sko maður er að, já ekki bara sína þetta Nei, bara sjáðu ég er ekki búin að taka þetta úr bóksinu en þetta er mjög cool Já, algjörlega Þú er aldrei verið feiminn Nei, ekkert, jú, nei, ég er ekkert rosalega feiminn þannig segja, þú veist nei, ég hef alveg verið upp á sviði margóft eitthvað, sína ekki, ég hef alveg fara á open mics sína nýja törubröð sem að feila, það sökkar var eitthvað open mic kvöldi hérna á hérna Hvíta riddarunum Mosfellsbænum og við varum notað svona þumal við veitum hvað það er að tala Já, svona gerfið þumal Já, maður ljósi það Nei, bara Seta, ég veit hvað það er út og ég elska törubröð geggja, sko, en ég var notað svona þumal og þú getur gert svona bill switches með því sem er bara gett netti galdrar, sko, og hérna þú getur þú tekur pening, skilur brettir hann saman og blæst og svo ertu komið með 10 skall eða bara menjuleg blað og hérna og ég var notað þumalinn í það og geggja cool, svo misti ég þumalinn og ég var svona, já, þá er einhvern veginn að redda þér þaðan, skilur en nei, ég er ekkert svakalega feiminn en þú veist, maður getur tæknilega sér verið feiminn og verið youtuber ég held að flestir séu frekar mjög létt, sko. Já, ég held að flestir séu alveg svona það eru mikið introvert sem eru youtuber náttúrulega það verður aðtega YouTube, sko ég held að mörgum líður bara svona eins og sért suttalega vinsæll og þekkir alla en þú ert raunverð bara 90% vinnur ertu einn þú ert einn inn í stúdíónu svo fer að klippa og hittir eitthvað fólk og gaman en síðan ertu í stúdíónu eða heimaður, ég veit ekki hvort þú með stúdíó ekki en ég er með stúdíó, margir með stúdíó og þar ertu bara að klippa eitt, skilur þannig að mikið, ég veit ekki þið kannski segja Peter McKinnon og aðrir eru búin að tala bara þetta er alveg dóldi einmann að vinna, þú ert ekki að vinna með neinum þannig séð, skilur Já, þetta er mjög einmann að vinna, sko Nefnum sér með bara klippara þá Já, þú ert með það, þá er það að vera svo mikið boss, sko Já Og nærið þú alveg, þú veist, að halda fókus þú þeir Já Ok, við vorum að tala um þetta með heimaðurinn þína Já Ég er bara að tala, þú veist, er ekki það svona Sko heimavinna sökka Ég veit að heimavinna sökka En ég er að tala um, þú veist Það er ekki erfitt, það er ekki skrítið að halda ekki fókus í heimavinnu Ok, segðu þú veist, þú hefur síman Þú varst að posta vídeói og byrja að vinna næsta vídeó Er það ekki svona, eða svona Jú, svolítið sko, jú, maður kíkir en þú veist, ég dett bara inn í svona focus zone og ultimately þá er ég að reyna ég er ekki náttúrulega vel gefin í svona structure alls ekki, sko, og er ekkert svakalega þú veist struktúreraður en ég hef alveg séð fólk og eitthvað sem ég, þú veist, reyna að komast á eða það er bara mjög struktúraðan dag þá getur við verið bara með fyrstu 2 tímana að vinnudeginu, skilur að smarta svona mailum og annað, svo getur við tekið út frá milli 10 og 2 sem er bara svona deep focus vinna, þá bara slekkur öllu og er bara að vinna í klippinu, skilur svo kannski pása eða það er einhver pása á milli og síðan aftur í þá getur við managið að hvenar þú snertir síman svona, en þessi símar og allt þetta maður er að passa á þessu, sko, því að þú veit alveg dregur athyglinna þína en persónulega fyrstu 2 tímana og seinustu 2 tímana ég er ekkert í símanu þá en fyrstu 2 tímana deginum og seinustu 2 þú sagði þetta og ég fór að hugsa, sko en þú veist, þá varst að plana hvernig að fara að sofa Já, það er náttúrulega, sko, breytist Silur, þú veist, ég virði svefnin mjög mikið og svo breytist það svo mikið, sko eftir átt krakka, þá myndast bara einhver svona rútína barnið fyrir, eins og ég var að segja eitthvað, barnið fyrir að sofa ykkur 7 og þú veist, þá hef ég andan nokkru tíma sem við erum að gera eitthvað, skilur, og svo ég fer ég bara að sofa klukkan, ég get ekki verið að sofa seinna en 10-11 kannski, því að þú veist, barnið var klukkan 6-7 þannig að Jesus það er bara easy vekjarklukka bara. Já, þannig að þú veist, og en fyrir það, þá var ég líka bara að vakna 5-6-7 eitthvað, þú veist, svo bara að vinna eða hvernig getur þú svona strikt með þetta? Vist, bara ég er bara eitthvað klikkaður, sko, held ég ég held það, sko, það er bara eitthvað svona
það bara mega mikið drive í að gera þetta á stundum nenni ég sig skilur en ég veit bara að þetta er gott skilur þetta er gott þetta er bara svo að sé lýsi eða eitthvað hefur aldrei bara svona ekki dag ég nenni ekki dag jú og ég er í smá svona tímabili núna að ég er að finna fyrir því að ég hef ekki tekið neitt frí mörg, þú veist bara mörg, ekki svona almennilegt frí, alveg tekið helgafrí skilu, ég er ekki brjálaður ég er alveg klikkaður en ég hef alveg tekið helgafrí og svona og tekið nokkar daga off hingað og þangað en ég hef ekki tekið, þú veist, frí það sem ég ákveða nú frí, því þú veist, ef þú ákveður ekki, þú segir bara nú 2 vikur frí, þá ert það að hugsa þú ert að hugsa bara ok, þetta vídeo, hann er ekki gert þetta þú veist, þetta contentið á að gera þetta þannig að þú veist nú er ég svona smá tímulega sem svona væri til að taka bara viku aðeins til að gera ekki annað en að jú, stundum nennir þessi ekki alveg en maður veit alveg að þú veist þegar við séum svona bara elit íþróttafólk heldur að það nenni alltaf, heldur að LeBron James nenni, ég var einmitt að hugsa ræktina svona, heldur að nennir að gera það skilu og það virkar ekki þannig þú veist þegar ég var 19 ára ári að keppa í nei, ég með næstu fjólubarbelti í glímu sko en í Brazilian Jiu-Jitsu þá en ég hef gert það í mörg ára en þegar ég var 17 ára þá keppti ég á Íslandsmeistamóti í kraftlyftingum og sett Íslandsmet þá á þeim tíma en Google nafnum mitt þá held ég að séðan þarna ég dróf 210 kíló í reststöðuliftu sem reststöðuliftu er frá gólfinu skilu squat? Nei, það er deadlift og sem sko 17 ára drengur eru þið 17 ára? Já. Ég var fokkin ykkur aldrei skilur og hvað sagði, hvað það mörg kíló? 210 kíló á móti skilur þannig að þú er aðeins öðruvísi, það er svona stressi í manni og ég var 80, ég var keppið undir 87,5 kíló á flokki og svo voru þetta nokkur ár sem ég var bókstaflega bara, sérst ekki núna skilur en þá var ég bara að lifta á fullu og meiddi mig síðan en ég man á þessu tímbil, það voru svona 6 ára tímbil þá lærði ég svo mikið þessa vinnu sem þarf alltaf rektarlið sem er búin að vera endalaust en ég fílaði meira kraftlyftingar, það var svona mitt dæmi þá áttur á því að þú veist, ef þú vilt fá stóran bíceps, þá ferði ekki bara rektin einu sinni og síðan er bara komið góðan bíceps þú veist, þú fer aftur og þú sérði ekki raskat, ef þú fer í mánu, það er ekki neitt að vera að breyta skilur, þetta er bara svona eitthvað eftir 2 ára bara hafa alltaf nefnt að fara og ekki alltaf vera að sulla í bjór og fá því nammi, þá sérðu bara, ok, og það er saman með YouTube og allt þetta, ef þú ert að setja út, ég segja svo mikið ensku þegar að tala við fólk að bara consistency er shiti, bara sett út vídeo alltaf og bara búðu til tíma setja bara einu sinni viku, eða oftar úr ræður og eða mánuð, ég skil, ef þú gerir eitthvað geggja vídeo, getur gert það einu sinni mánuð, þá nærðu að sjá árangur og ég held að það er það sem svona, því að ég tala um svona fitnesslið, það skilur þetta þannig að þetta er svolítið consistency sko. Já, consistency is key sko. En já, ef við hafa ekki tjekkað YouTube-channelins þá talar ensku náttúrulega, þú náttúrulega bara pikkar röglega á því strax bara að enska er náttúrulega bara já, íslenska er mjög fín, við erum bara svo fámenn þjóð já, ég er að segja það er hérna, ég myndi ná til max, ef allir íslendingar verður að horfa á mig, það verður með 370.000 skilur og þá myndi allir þurfa að áhuga á mér og allir þurfa að áhuga á ljósmyndun og eitthvað svona líka, það er ekki að fara að gera skilur. Nei, aldrei þannig að TikTok er meira en 2 sinnum meira en allir íslendingar þannig að þú veist það er sturla það er geggjað það ekki svona mér fannst geggjað það var jafnmargir á Ísland ég man ég var bara wow ég er með jafnmargir á Íslinga svo bara delete account oh shit nei það maður vonar lendir ekki því sko maður hugsaði með skilur ég hugsaði bara að er hann með eitthvað svona hvernig geymar hann líkilorðin ég veit ekki, ég fór hugsun svoleiðis Óli er mjög mikið þannig Óli er svona ég myndi alveg vera það sko hann er sko forrit ég er með LastPass ég er með LastPass líka yes ég myndi alveg vera með LastPass og svo myndi ég breyta annars slæði sko ekkert eitthvað svona að breyta mánalega en alveg svona á hverju ári myndi ég alveg en þú veist, með síma númer 2-factor authentication, það er alveg góður heldur jú, ég held það, ég er bara svona sko, ég var alveg spáðið sem mjög mikið því þú veist, núna fæ ég öll innkoma mín meira og minna kemur frá That Icelandic Guy ef That Icelandic Guy verður fucking hackaður skilur, þá er ég bara out of job það er bara skrút þá er ég skrút sko þannig að þú veist, ef einhver nær að taka That Icelandic Guy þá er ég bara svona
já ok, það er bara 5 ára af einhverju klikkaðu YouTube grændi fari bara já, bara í rusli einhver indur eitthvað, you have to pay me eitthvað þú ert komað svona stór, getur það ekki haft samband í YouTube? Ég sá einhvern sænskan YouTuber sem lendi í sko að hafa sendt honum e-mail, hann fekk e-mail og hefði gera hann díl með okkur, prófaði þetta app eða prófaði þetta forrit og hann downloadaði forritið var vírus, hann þeir náðu að taka akkántina og svo dílitur akkántinum hans og hann var frekar stór, ég held að hann var svona 300-500.000 sem er frekar stórt í að Svíþjóð 10 milljón manna samfélag, hann talaði sænsku og hann byrði nýjan akkánt og það náðu einhverju, hann væri svona inn í þessum sænska YouTube-hóp og náðu einhver svona væri alveg eitthvað shit, en það tók hann alveg cirka mánuð að sanna fyrir YouTube að þetta hefði gerst eitthvað svona bla bla, hann fekk á endanum akkántin aftur, en það er ekki, ég held að það sé ekki alveg víst og það er ábygglega klikka stress, ég myndi vera bara eitthvað stresskasti í mánuð þannig að þú finna það bara að vinna bara, ekki downloada einhverju shiti frá einhverjum sem er að, þú veist nei, bara eitthvað sem veist ekki nei. Og maður lendir alveg í því að fá eitthvað svona mail eitthvað, og maður bara svona ok, nei ég ætla ekki að íta á neitt þarna sko. En með það sem tekur upp, þú veist, eyður öllum YouTube-vídeónum eða áttu yfirfullum gæðum eða ég er bara með harðadiska, það kemur aftur, ég væri til að vera miklu betra að skipla, mér langar að köpa NAS, þú veist hvað það er? Já. Nei, ég veit ekki hvað það er Network Attached Storage, þú veist, það tekur bara fyrst þetta lagi eftir með RAID og svo pluggar um Ethernet og komið það líka það er með þetta bara bakka á cloud, eða þú með þetta sjálf kemst alltaf í þetta sko, eða þá get ég verið bara með núna er ég að ferðast með nokkra terabæta harðadisk með mér bara með svona þessana appi sínu gulu gæjana ég er með eitthvað nokkra þannig, en það er náttúrulega miklu sniðura fyrir mig að vera bara með NAS í stúdíunum mínu í Svíþjóð og hann er bara í gangi alltaf, hann get alltaf connectað við allt shitið mitt og vera bara með skipulag þar, þannig að en ég spara alla klippinu, allt sem ég teki upp er sparað sko, allt sem ég nokkuð vel gert ég hata eyða, það er svakalegt bara allt er eiginlega meira minna, þú veist hvað myndir setja mörg terabæt? Mörg, ég veit ekki ógíslega mörg, þetta er nokkur ára efni ég ætla að skjóta 20 já, kannski, ég bara veit ekki alveg helling sko, en ef það er eitthvað svona, stundum er eitthvað svona snögg tutorial sem ég er að gera eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað review eitthvað dæmi, þá er ég kannski ekki alveg að geima það, skilu, en allt sem er svona vlog eða allt sem er eitthvað sem ég er að gera eitthvað, allt spara en ef það er eitthvað svona, stundum er það bara svona eitthvað tutorial eitthvað Lightroom shit í og þá bara svona, er ég með 1-2 myndavélar á mér og síðan að taka upp í skjánum, ég er ekki að fara að geima, ég er ekki að fara að nota það aftur, kannski, ég hef stundum hugsað mér ég ætti að geima fullt af þessu til að tafa eitthvað svona montage af, hvað er þetta þegar ég einhvern tímann útskýri mér langar að gera vídeo þegar næ 100.000 followers útskýra fyrir liðinu nafni mitt, það er Arnúlfur við Íslendinga getur sagt þetta en það er engin útlendingur sem getur sagt þetta orðskilu það er svo Eyjafjallajökull það er alltaf bara, what's your name? Arnúlfur ég var að tala um þetta afa, ég var ekki að segja ég var að taka viðtala og hann er Arnúlfur og hann bara, hann getur verið Ígulbúlf það var enn fyndið, sko, fyrsta YouTube stöðu mín sem var í töfrastöð, hét Ígulbúlf Magic cool. Mér fannst það geggja nett og öllum vinum mínu fannst það nett og Íslingum fannst það nett þegar föttu hvernig var, en síðan var ég að chilla í svona ég kom svolítið inn í svona ég byrja að kynast frekar mikið af erlendum törmennum sem er ógeðslega góðir og einn þeirra heitir Olli Míling sem ég myndi segja er eitt besti spilagaldtörmæður bara plándir, hann var að vinna með Darren Brown, ég veit ekki hvað það er hann er styrtastóttna, allan hann horfði á þetta og var svona dude, what the fuck is Ígulwolf og þá fattaði ég svona, já, ef þú skilur þetta ekki í nafnið mitt, þá er þetta bara eins og ég sé að reyna eitthvað svona hvítur sjaman, eitthvað, veit ekki ok, þetta er leima cut that, sko ég sagði ekki að það gengur ekki, sko það hljómar eins og fútboltím eitthvað svona Eagles þannig að þú veist, ég beilaði bara á Ígulwolf, sko, og síðan einhvern veginn lengi var þetta eitthvað svona þetta Íslandika hét eitthvað svona Arnúlfur on the go, Arnúlfur vlogs og síðan einn daginn þá bara kom timmin eitthvað, já, þetta Íslandika ég get ekki heiti Arnúlfur á samfélagsmiðlum held ég, út af þú veist, ef þú finnur mig sem útlendingur þá ertu ekki að fara að finna mig aftur þetta er mjög gott nafn, sko mér finnst það geggja, sko, þetta var bara svona hann bara svona, já, og Ísland er svo trenda svo mikið allir túrin, Iceland is so beautiful eitthvað
Þetta bara náttúrulega photography paradise sko. Já, algjörlega sko og bara geggja að vera hérna sko. Já, maður verður að nota þetta. Þú veist, ég sá bara my dream location flugvélin ég bara, þetta 20 mínútum frá Self, þetta 20 mínútur? Nei, þetta Skógafoss Þetta Skógafoss sko. Þú veist, ég ekki kert hana bara núna sko. Og hann bara, ég planið að rísa ferði. Mér finnst þess að skrítið það. Ég bjó Höfn í Hortnafirði 3 ár og hef kert hana fram með milljón sinnum. Þetta er hjá krakki millir 10 og 13 og ég vissi ekki eins og af þessu ég held að Justin Bieber gerir vídeo á einhver indverskur Bollywood gæði eða eitthvað og þetta verður bara trenda feitt og nú allir, ég hef ekki eins og séð þetta hafið þið séð þetta? Já, við fórum, þetta er bæðið við 3 tímar eitthvað frá Selfoss. Nei, þetta er bara hjá Skógafoss skilur. Já, tekur ekki bara klukkutíma þetta er eins og 3. Þetta er aðeins lengra en Skógafoss og kannski þetta 2 tímar þetta lapp þetta sko. Já, þetta er yfir klukkutíma og ég er ekki að djóka, mér fannst þetta ekkert spes ég var svona, þetta er flugur, hvernig ekki dörður þetta svona ég er alltaf fullt af einhverjum myndum alveg skilur og fólk elskar því þetta ekki. Þetta er mjög cool sko. Þetta er ekki verið farið frekar Gljúfur að búa, það er það geggjaði staður sko. Það geggjaði staður. En svo, ok, þú er líka með selfie selfie, þú veist þannig að presets og svoleiðis. Já. Og veist, alveg það mikið flow through þar? Já, sérstaklega ef ég var að búa til, það var alveg tímabila sem ég var að búa til sem að hluta af innkomunni er að selja digital product sem ég býr til, presets og löts og svona, og það var tímabila sem ég var bara full að gera það, mér finnst myndvinnsla suttalega skemmtilegt, það er bara geggjað. Núna horfi ég á suma þessu príspakka og mér skammast mig fyrir það því ég er miklu betra að gera núna og ég hef ekki búið til nýjan pakka í 1,5 ár kannski og það er komið tími á bara henda þeim öllum og gera nýtt það því ég er svo miklu betri að öll minnstöndum mín er miklu betri í dag en þetta selur ennþá fullt og fólk er óslega bara happy, fæ message sem fólk er bara hey, geggjaður Lightroom-pakki eða eitthvað svona, jú, það virkar og ég selða ekki hann selfie sko. Digital products er geggjað sko. Já, sem í business perspektíf ef við erum að tala bara hvernig á að fá peninga þá er það ultimate dæmi, þetta er bara eins og vera heildsali nema að varan er á netinu og aldrei að fylla hann á hún er ekki eins og til og það er opið 24 klukkutíma sólarhrings og þú getur keypt á hvað sem er á plandunni Man því að ég var að byrja Þetta er snilt skilur Þetta er alveg snilt Þetta er hann að hvað er þetta eitthvað hann að income hann að hvað er þetta P eitthvað Paypal Passive income Já, passive income Paypal sko Paypal þetta er passive income sko og ég er sko business er eitthvað sem er mjög skemmtilegt þannig að ég þú veist pæli mikið í business hliðin í kringum YouTube og mér finnst það geggja gaman og gaman þegar ég hitta aðra svona YouTubers og hvernig er það að monetisa ykkar dæmi og persónulega þá vinn ég ekkert svakalega mikið með fyrirtækjum þið sjáu til dæmis ekki mikið á Instagram eða TikTokum mínu sem ég er að tróða einhverju vörum í feysinu á okkur og ekki heldur YouTube ég vinn og einu fyrirtækin sem ég unni með er þetta þá bara eitthvað super organic og þetta er alltaf eitthvað sem ég noti í alvörinu en það er ekki það ofta eins og niður Hefur unni með nokkuð? Ég hef aldrei unni með nokkuð Ég sá ekki 2 vídeó Það sprakk upp eitthvað milljón Ég sá ekki 2 vídeó ég er svona er þetta ekki Nei, en það væri geggja og ég hef með langað að segja það væri geggja bara svona product replacement en nei, ég var ekki unni með nokkuð þetta var bara, það var nokkuð í vinnunum minni og Ég sagði með þetta gerðustur minna hún bara svona, þetta hlýtur að Nei, hann var bara með þetta Ég var bara með þetta Það var í kommentinu með þetta eitthvað somebody sponsor ég sagði svona nokkuð sponsor me þetta er ekki samband sko. en jú, nei en þú veist, ég byggi eiginlega allt þetta í kringum bara svona passive income að hlutum sem ég gerir sjálfur þú veist, það er adrevenue, bara þessu litlu auðlýsingar á YouTube skilur sem kemur þarna sem maður getur út á stopp skilur og fara smá fyrir það svo er ég með affiliate linka því ég fæ eitthvað fyrir það líka og ég er með digital products, það er slatt sem kemur þar inn líka ég upplóta öllu ef það eru með cool klippur og upplóta bara stock Blackbox ég er 18 sko ég má ekki gera okay. það er samt ekki að passportin sko það er samt alveg fleiri það var ekki þannig þegar en ég er náttúrulega einhverjum 18 ég þurfti ekki að gera það þá sko en jú ég upplóta allt á Blackbox og ég hef núna ekki upplótað í næstu 2 ár en það eru samt eitthvað nokkur $100 komandi á mánuði það er bara þú er raun og svo gera þú er bara með cool klippu þú setur hún bara á keywordarana og svo er hún bara til sölu og það sem er netta við þetta er að fólk er að kaupa þetta sem non-exclusive agreements því er að þú veist, það fær bara réttin að nota þetta þú átt sem þetta á klippuna og hún getur selst aftur En module releases
Já, ef það er módel með mér, skilur, já, vin sem er módel og við gerum Óskar Bræn Óskar, já, einmitt Óskar Guð Já, hann followaði mig heldur á Instagram Já, oh my god hann sendi á þann ég repostaði ykkur og hann sendi á mig eitthvað rugglaðan og en jú, hann er nettur, hann er ógeðslega nettur sko. En við gerum stundum eitthvað svona, erum að leika ykkur eitthvað og þá er náttúrulega módel release hann, en mikið er þetta bara drónaskot sem ég nota sko. Þannig að er þetta myndir og vídeo? Vídeo Þetta er bara vídeo? Stuttarklippur, ekkert hljóð það er mjög lítill og það er ábygglega einhver peningur í þessu nokkrar viðbót en það er engin peningur, mjög lítill peningur í dag í myndum á stokk, en það var svo í kringu milli 2000 og 2010 voru ljósmyndar að græða suttalega mikið á stokk footage Var eldfjallið þá ekki alveg ég hef ekki sett það upp sko og það er, ég veit það en hefði það ekki verið bara money making machine það er samt það sem mjög oversaturated það ekki, er það ekki, ég bjóst því samt sko ég hefði átt að setja þetta upp bara strax að því ég var bara fyrstu dögunum skilur en síðan þú veist, það er svo mikið annað að gera og ég hef ekkert verið að fókusa á stokk sko en það er alveg bara, ég er með stráka sem keyworda fyrir mig og á Blackbox er svo næst þá getur verið keyworda fyrir þeir fá prósentu já, 20% eitthvað geðum og og þeir eru bara, getur ykkur geðu og ég er bara, jú, en svo hef ég bara ekki þú veist, ég hef bara ekki, það er bara mikið að gera ég á barn, skilur þannig að brættur í alveg dróna ekki jafn mikið og ég sagði þið, skilur, ég á bara drónin er brónaður en hann er brónað ónýtur en það, sensorarnir fóru bara fokk já, það bara bráðnaði, skilur það er svona plastlok yfir sensorarnir, það bara bráðnaði niður og til að loka gæjanu þarf að loka það sem SD-kortið það bráðnaði, skilur og botnin sviðnaðis og propellorarnir eru aðeins sviðnaði líka þannig að þú veist hvaða drónu var það? Mavic 2 Mavic 2, já ég veit mjög lítið um drónu já, Air 2 ok, það er bara fýtt og svo var líka Mavic að droppa sko 9 dróna bara ég var að segja frá þessu wow what the fuck sko. ég elska ekki græðu þannig sem ég elska líka græðu sko, þetta var sem ég bara sick sko, líka eitthvað 750 skall fyrir besta sko já, 500 aldrei fyrir Flamer combo sko, ef þú vilt fá gæjan með sko sem við kalla Mavic 3 Sinne sem er þá besta kvikindi ég var ekki sko að Sinneðin er á eitthvað 770.000 eitthvað, það er næstíð milla fyrir hann já þetta er svo ef þú skilur að vinna við þetta 100% ég mun líklega að famur hann sko þannig að það er þetta lítið út sem eða bara þetta er svona næstum svona svartið eða ekki þú veist svona þannig læginu en ég bara fer hann upp það er svona vesen fer hann upp þetta er dróni nei hann hjá hann hvað heitir þetta þú veist það sem hann að vængin er svona hann breytist svona fyrst er hann einhvern veginn svona þú getur smelt honum saman sko þetta er eins og Mavic þetta er bara þannig design þetta er bara eins og Mavic þetta er bara Mavic þetta er ekki svo cinema nei út þessu bara Eagle það eru aðri drónar, það eru Inspire og það eru miklu svalari drónar svo getur þú verið með dróna þú getur verið með sérstakann dróna sem þú ert með bara svona einhverja klikkaða myndavél á bara þú veist og svo erum við annan gæja sem stjórnar gimbalunum þú oftast er það þannig gert þegar þú ert í bransanum að þú veist, þú búið í kvikmyndur og eitthvað það er einn gæði sem stjórnar hreyfingur á drónunum og annar sem stjórnar hreyfingar á myndavælunum þá ertu með bara, og svo eru þið bara tím og gerir það, því þá þarf ekki að spá í þá þú bara spá í hvernig drónun á fljúa hinn er að spá í skotinu Hefur þið farið mikið á kvikmyndasett? En ég farið á ljósmyndasett ég unni sem aðstofamaður og runner er lægsta þú veist, þá er bara í bottom þú veist, bara neðst í bara svo PA bara í bara veistlega gerir þú hjálpa bara til með allt skilu með kaffi bókstaflega sko og hjálpa til, þú veist, þá er rönnir með ljósmyndatíminu og þá er það að hjálpa gaffurunum og það hjálpa öllum skilu hann hefur gert það, Tiger og Sweeting, Calvin Klein og önnur svona þannig að það er skemmtilegt sko en það var aðalega bara vinur minn er klikkaði ljósmyndari og er núna að vinna fyrir öll þessi stóru fyrirtæki en var að vinna sem aðstofamaður á risasettum og gerasundum og í Stokkólmi og hann kom mér aðeins inn í þetta og þetta var bara gaman að sjá sko ég þurfti ekki að vinna ég var að vinna við þetta en það er gaman stundum að gera eitthvað aðeins annað og sjá líka svona hvernig stóru leikmennir eru að gera þetta og sjá bara svona risa set við erum að tala ég var einu svona að vinna eitt stæðs að við erum að vinna og það heitir Tiger og Sweeting það er risa svona tísku fyrirtæki í Stokkólmi og bara ljósmyndatími voru ykkur 5 strákar
þú veist, þá er ljósmyndarinn, svo eru 2 aðstofamenn, 1 ljósaðstof, 1 sem sé bara ljósin skilur og svo 1 sem sé bara tölvuna þegar þeir taka alla myndir í tölvuna og það er 1 bara svona teknikæði og þá bara ljósmyndatímið og svo er náttúrulega fullt öðru módel og svo er tími sjá þetta og make-up tím og þú veist, við erum að tala um það eru ykkur 10 manna sem koma að bara einu ljósmyndatöku fullt af fólki og vinnur þetta svo smurð vél bara smurð vél, þetta er geggjað sko og þetta er bara allt er bara og einhvern veginn og allir skipta, þá er ég rönnir og ég skipti máli skilu, ég er að hjálpa til og svo er þetta langi vinnunda 15 tíma pluss og þetta er geggjað sko 15 tíma pluss? Já, það er oftast ekki svona hard cap sko, það er bara, þú ert að þangað til þetta er búið sko já, það er eitthvað svona þú veist, það er bara misjæmt sko þú veist, það er ekkert eitthvað alltaf verið svona, nú vinnum við 5 tíma stundum eru langi dagar sko já, þú hefur alltaf já, veist, þú talaði einmitt í viðtalinu að krakkar byrja að vinna 13 ára í Íslandi já, það er ekki svona úlingavinnan eitthvað jú, ég veit ekki það er sko miklu meiri vinnu sem er hér mér finnst svona krakkar sko úlingavinnan sko, til dæmis út í Svíþjóð þá fólk byrja ekkert að vinna almennilega fyrir en bara eitthvað eftir skóla eða eitthvað rugl mér finnst skilur úlingavinnan hér og síðan þegar ég var í 9. bekk þá byrjaði að vinna í Europrís þá svona, veit ég hvað þið muni eftir eitthvað svona lágveru verslun, eitthvað seldi allt bara bara eitthvað svona Euroshopper? Nei, þetta heiti Europrís þetta var eldra fólki sem hlusta veit hvað þetta er þetta var bara svona piece of shit búð sem var að selja bara eitthvað svona þetta var bara svona okkur, ég veit ekki, þetta var bara að selja allt bara milli Walmart þá bara já, bara eitthvað svona allt, eitthvað rugl bara eitthvað frá pítsum, bara svona frá svona pítsum upp í eitthvað svona, þú veist, svona garðsófasett og það var að vinna í svolítið tíma meðan við var í, þú veist, Hagaskóla og síðan, þú veist, hef unni fullt öðrum einhverju vinnu skilu þannig, jú, mér finnst það að vera svona allir vinni mínu voru líka að vinna og það er alveg svona þú veist, við veitum hvernig Ísland er alltaf svona, þegar við kemur hvað er að gera, það er svo brjálað að gera sko, það er svo brjálað það er rétt sko það er alveg það er svo brjálað, það er best sem getur sagt líka það er svo mikið að gera sko, það er svo mikið að gera er í Svíþjóð bara allir bara slakir á því bara nei, Svíar eru ótrúlega duglegir sko en það er aðeins öðruvísi hugsunaháttur sko, það er aðeins meira svona, þú veist þeir eru aðeins róleri en samt þeir eru kannski meira effektífri, ég veit ekki, þeir eru alveg ógeðslega næsland sko það er geggjað að vera þarna og efnahagurinn er geggjaður og þetta er bara suttalega næs, maður festið svolítið í Svíþjóð já, hverju flytur svona, þú veist, hver er ástæðan alveg kærasta mín er sænsk, ég kynnist henni þegar ég er að ferðast í Tælandi og heitti bara sænska ljósart babe og bara hei, sænsku líka og síðan er að ferðast eitthvað samanskilur og já, endum á því bara að er einn svona long distance fram og tilbaka í svolítið langa tíma sko, hérna í Reykjavík og síðan bara endaði að fara út fyrir 3 árum, rúmið 3 árum já. Og ég kann sænsku og mér Svíþjóð næs og bara geggja að gera eitthvað annað en að vera alltaf á sama stað sko. Finnst mér, þú veist já. Ég hef aldrei einhvern veginn séð fyrir mér að ég mun bara búa í Íslandi eða bara búa þarna og ég mun ekki, það er eitthvað svona það best before date í Stokkólmi sko fjá mér, ég mun ekki deyja í Svíþjóð það er svo ógeðslega margir staðir sem þú búið á já. Myndir ekki vilja búið í Bandaríkjunum ég hef ekki svakalega mikið áhuga á Bandaríkjunum sko, það eru miklu skemmtilegri staðir í mínum huga sem er meira exotic þó að mér Ameríka virðist vera mjög cool staður sko, þá ég sé fyrir mig bara eitthvað svona gæðið random staði, Malasía og eitthvað svona og að því get búið eitt að kúlasta nettasta sem við finnst þið að vera YouTuber er að þú þarft bara, þú veit unni hvar sem er heiminum með sömu laun allstar á pláninu og bara vinnur ekki á neti og get bara þarf bara myndavel og laptop og þá ertu bara að byrja að vinna þannig að ég ætti náttúrulega að vera einhverstað annar staðar með sömu laun ég er að búa ykkur gett dýru landi, ég ætti náttúrulega bara að fara í eitthvað svona svolítið ódýrt land og vera bara kóngurinn þar þú verður náttúrulega mjög svona þægilegt topic fyrir það, þú veist, photography já, það er einmitt svona ferðaskilur að taka myndir getur gert svona ferðavlogs þar líka videogames eða eitthvað, það er bara verið skipað eitt já, en þá getur þú samt gert það bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki jú, maður, þú veist það er líka næs við að koma til Íslands og bara detta inn, mér finnst líka að detta í Íslandi þau eru svona að vera á Íslandi, það er maður svona dettur í eitthvað svona ég er á Íslandingina why are you in Sweden og það er líka, eins og ég var að segja áður við kveiktum myndalina þegar eru í sútunni það þarf að vera með eitthvað svona ég reyndi alltaf að tala ensku fyrst með ekki með íslensku hreim
eitthvað svona var trying to not roll the R's American accent eitthvað svona eins og Íslendingar eru skilur og síðan var svona íslenskan slippa alltaf inn og ég var alltaf að sjá comments eitthvað hey nice accent og svo bara var eitthvað það engin Íslendingur á YouTube ég á bara að dominata íslenska sem bara íslensku reym og fólk mun bara þannig að þá byrjaði bara ok guys it's Icelandic guy here mér finnst þetta svo gott sko 100% og þá var þetta bara það bara byggir og með rautt skegg og eitthvað bara byggir eitthvað svona vikingakarakter skilur Þú ekkert bara reynt að selja vikinga hvað heitir það? Vikingaskarti? Skarti, já Nei, það er bara annar hluti sko og stundum ég fengi eitthvað svona komment þegar ég tala það en ég ekkert mikið að tala það er bara allt annað business og Já, það myndi ekki passa þá ertu fokk upp nýsinu eins og þú tala Nei, kannski ekki, þú getur náttúrulega selta bara þess að þú vilt skilja það er líka það svo kúlaðast að við þetta þú getur bara gert það kúlaða við þetta sko. Við erum að koma nýja orðina Kúlaðast það er orð Kúlaðast það, þetta er kúlaða við Þetta er orð Þetta er í orðabókinni Nei, en þá getur þú sko þú gerir bara það sem þú vilt þú ert brandið og þú ræður þessu skilja þú ræðir ferðinu, þú getur selta það sem þú vilt þú getur prófað það skilja, þú getur selta það sem þú vilt og þú vilt You get it Þú viltu gera það? Ég vil gera það Þið getur selt bara skart og Þú að selja podcast okkar ef einhver vil kaupa það Vil ég kaupa hérna bóli og eitthvað, ég tenki þið ráðu þessu sko Já, þú náttúrulega ekki með neitt mörg Nei, ég held að við vorum að tala um Jesus Christ Nei, ég held að það væri sko ég var alveg spáði mörg og það er eitthvað sem ég geti gert kannski ef þetta er 1 million followers eða eitthvað svona ég held að það sé alveg styrlu vinna líka við mörgsi sko þá ertu komið í physical product og þá þarftu sko eins og voru að tala með digital product, það er bara á netinu physical product, það er í alvöru heiminum það er í IRL, in real life og þá þarftu sko að pakka það niður og senda það og það er VS það áttur að vera stjóri þá yfir þá öðrum ef við erum að vinna eitthvað fyrir Já, nema og sért, þú getur verið með svona það eru til svona dropshipping staðir sko. Þannig getur líka verið með það er samt ekki til saklega quality Nei, það er svolítið sko. I don't know sko og það skipt líka miklu máli sko ég vil ekki selja fólki sem er að followa mig bara, ég vil ekki græða peninga bara út til þess að græða pening skilur þú veist eina sem út með sem content creator er hérna fólki sem er að horfa á þig og það treystir þér þannig að það er líka stór ástæða þú veist ég alveg fengið fólk að vera að bjóða mér hellingsa pening fyrir að promóta eitthvað drasl, linskilur og eitthvað svona og ef ég myndi gera það, ok, ég fæ mikið pening einu sinni þið, eitthvað svona, svo er eitthvað svona fólk sem horfir á mig og kaupir þetta og svo er þetta bara drasl þeir eru bara, ok, thank you þetta Íslandi guy, you piece of shit Já, það er ekki cool, sko það er svo erfitt, það er svo létt að missa tröstið Já, ég held að sé alveg, ég myndi bara ef þú ert að followa okkur svona gæði og síðan, þú veist kaupir eitthvað sem hann rekommenda og síðan var þetta bara piece of shit drasl skilur þá, þú veist, þá ertu og svo áttar að maður bara, wow, hann var bara að fá peninga fyrir að segja þetta, þá sökkar það ég og félaga, ég ætla ekki að nafngreina hann er youtuber, stór youtuber og hann hefur einu sinni lent í því að skrifa undir samkomulag fyrir og áður en að fekk vöruna þannig að fyrir það ekki ofta samband við og spyrja hvort þú vilja tjekka á serveru skilur og eða bjóða peninga og eitthvað, þú ert alltaf að vilja tjekka á henni fyrst og hann einu sinni var bara ég treysti þeim og þau gera ábyggilega góð fyrir þetta og eitthvað svona myndavæltaska og svo fekk hann myndavæltaskuna og hún fannst hann sökka hann bara horfði á þetta, vákvæði lilla taskan hann var búin að skrifa undir að hann ætlaði að búa til vídeo þannig að hann þurfti að búa til vídeo og hann sagði að sökkaði, mér leið bara svo ógeðslega illa með eitthvað svona og ég man ég horfði á þetta vídeo hjá honum og var svona, ok, cool, þetta er cool taska, ég ætla ekki að kaupa hana og síðan voru eitthvað chillað saman og ég voru að tala um þetta og hann eitthvað, já, nei, þetta var bara, ég lendi í því að óvart til aldrei að skrifa undir svona afturskilju eitthvað svona, wow, ok, þú seldir þetta alveg gæði mikið, já, ég þurfti að gera það eitthvað þannig ekki treyst alveg öllu skilju ég þurfti að gera það svolítið myndi, sko þurfti að gera það, sko þetta er samt alveg í gangi, sko þannig að ég myndi aldrei ég segi nei við 90% af fólki sem hefur samband með mig út af bara, ég bara hef ekki áhuga að vinna með skilju. Hvað er svona upp á sluturinn við svona fotografi? Að taka myndir? Já í ljósmyndun, sko, mér finnst skemmtilegast í svona götu og landscape landskapsmyndir ég er að kenna ykkur góða íslensku líka, sko þannig að mér finnst, persónulega finnst mér það skemmtilegast og mér finnst svo bara svo gaman að fara út og finna ramman, ef við erum að tala um götuljósmyndun þá ertu svolítið mikið að finna bara eitthvað perfekt ramma, þú veist, og rammið þá bara mynd og ég er með eitthvað geggjan ramma og svo er ég að bíða eftir að einhver persóna labbi inn í ramman og oftast þarf það að vera, þú veist, perfekt persónan með kannski eitthvað geggja smá rigning með eitthvað reglíf eða eitthvað svona og ég get alveg beðið í
hálftíma pluss eða lengur bara eftir og ég bara býða af tilbúin til þess að því tómur þið skilir hvað að tala og við landskapsljósmyndin þá er það eiginlega sama en þá er oftast að elda eftir perfect conditionunum vakna kannski bara styrla snemma til að vera on location býða eftir að sólinn komi upp og bara akkurat og kannski var sólar upprásin ekkert flott þá það er próftur á morgun það finnst mér mjög skemmtilegt við ljósmyndun og þetta er svolítið eins og fara að reyna eldast við Pokémona það er bara svona þú er bara svona ná einhver svo kemur heim og bara hvað er ég með svo bara wow, þetta var geggjumynd bara allt smeltið saman, bara stjörnunar náðust og bara það finnst mér geggjað og svo við að búið til vídeo það er aðeins önnur pæling þá ertu að spá í meira söguþræðinum og klippa saman allt einhvern veginn og búa þá ertu bara full að spá einhver sögu og spá í skotum og spá í hvernig þetta meikar sennskilur saman og síðan kemur inn í editing og þá ertu byrjar að púsla og það er líka bara algjör dund bara svo árum veist að bara út úr einhverjum hráum klippum búin að búa til bara heila söguþráð sem er geggjað þannig að það er geggjað sko söguþráður spurningar frá hlustundum hvað eru búin að tala, við erum búin að tala helling sko já, þetta er samt bara 50 mínútur bara 50 mínútur bara 50 mínútur bömburs upp í 8 klukkutíma þetta gengur ekki hvað er oftast með langt það er bara vanalega klukkutímin er bara svona minimum sko já, mér finnst það bara fínt oftast þegar ég hlusta podcast eru langt gott það er svona 1,5 tíma eitthvað svona alltaf sem að Joe Rogan í 4 tíma skilur já, þú veist, við erum líka bara farið í 3,5 það skiptu og já, við fyrir svona max 2 held ég sko það er maxi held ég en þú veist, það er ekki regla sko nei, er það að byrja á þessu þetta er nokkrar hver er uppáhalds youtuberið þinn? Sko það er svo klassist að segja pýrum með kynnin en hann er geggjaður skilu svo finnst mér bara svona í mínu nísi sem ég geggja að horfa á þá horf ég stundum á hann mér finnst Pítur Lindgren vera geggjaður líka mér finnst gaman að horfa á Josh í Make Art Now veitu hvað það er? Nei ef þú hefur áhuga á myndavélum og svona Make Art Now Make Art Now, tekja á því það er já, hann var að gera nýja þrilludraslið hann er mikið í neonlitum mikið neonlitum hann er Potato Jet, þú elskar hann ekki Potato Jet er nettur líka, hann er svo fyndinn sko hann er mistari sko hann er mistari sko, það er gaman að sjá hann líka svo eru svona nokkri, sko, stærndin er svo að ég horfi ekkert sjúklega mikið á YouTube það er gott sko ég er alveg bara búið til vídeo og svo tjekka ég annars lægið þú veist á einhverjum en oftast þú veist já en þetta er svona ef ég er að horfa þá eru svona einhver svona gæjar sem ég tjekka á það er ekki líka ég á einhver annan youtuber að segja ef þú ert ómikið að horfa á skilur það er svo erfitt að verða að gera þitt eigið skilur jú það er líka ekki að vera að fá inspiration frá þennu sko já en ég er alveg sammálaður því það er þú veit hvað Casey Neistat er hann er kingin sko maður glápa alveg hann er geggjaður sko bróðir hans er með YouTube stöð já og sá gæi hefur aldrei hort á YouTube og það sést svo mikið á stílum hjá honum ég hef bara aldrei séð svona stíl áður þetta er bara alveg ferskt á YouTube og meðan þú veist allir aðrir þú horfum bara mitt efna og sér svona ok, hann hefur klálega hort eitthvað of Casey hann hefur klálega hort eitthvað Pítur McKinnon hann er eitthvað svona þú dregst að fullt af fólki og síðan þú veist færið þinn persónuleika til að skína líka skilur en mér finnst þarna Van Neistat heitir hann er bara, þú veist, og Casey hefur talað að bróðan hans hefur aldrei hort á YouTube og hefur aldrei verið til á YouTube og veit ekki hvað YouTuber eru hann er bara með einhvern veginn, þetta er bara alveg ferskt og mér finnst það mjög skemmtilegt að tjekka á þessu ég horfði á eitthvað eitt vídeo og ég var bara þetta er eitthvað, við líðum eitthvað skringi ég skil það sko, þetta er ekki þetta classic YouTube the spirited man is the spirited man þetta gekkja sko, mér finnst það gekkja ég bara fór út úr þessu, nei ég fatta það sko þetta gengur ekki og vorum við tala hvernig hann er svo drull saman græna sínar og eitthvað, hefur ekki tekið því það er bara svona hvernig er þú svona með græna, ertu svona hrættur með þér eða ertu bara svona nei, ég er ekkert svakalega hrættur með þér sko, ég alveg fæ oft kommenta því ég er oft bara með eitthvað þú veist, ég bara skiptir linsu skilur og þú tekur á linsu og svo bara fólk hei gauður ekki, hafa þetta svona exposed skilur eitthvað sensorinn svona exposed eitthvað vákvar óþægilegt að sjá þetta því ég opna þetta og skilur mér þetta er bara verkfæri skilur til þess að ná því sem ég þarf að ná og ég er sammála Casey því samt er ekki alveg, ég á ekki mikið pening og Casey Neistat á sko, en ég get ekki alveg verið að fokast upp svona sko en ég alveg fer að vídeóvélina mín að koma með mér út í brjáluðu veðri því ég er að fara að taka vídeo í brjáluðu veðri og það er verið bara að þóla það hefur aldrei lent í að fara yfir mörkin? Nei
ekki en þá, eða þú veist, svona næstu skilur, ég hef alveg, þú veist, ég hef alveg eitthvað gamli dróni minn, hann fokkaðist upp skilur og eða svona ég held að hann virkaði allan ekki alveg nóg vel og þessi dróni sem er núna hann við eldgosið, hann hefur verið eitthvað skrítin síðan þá sko. Ertu enda með hann? Já, hann virkar alveg en hann er ekki alveg, stundur bara hætti batteri að virka, þetta er geðið skrítin, hann fer upp í loftið og svo kemur bara svona, fer batteri bara inn í 0 allt í einu og hann fer bara alltaf að lenda, ég veit ekki hvað þetta er og ég bara hugsa með að hann er eitthvað fókast upp í eldgosinu sko, það er eitthvað en það var líka bara svona moment það var bara fokkin eldgos og bara vélinn, bara virki kaupin bara nýja vél, skilu, þú veist get the shot for the shot. Já, get the shot sko. Það, persónulega, en ég skil líka alveg að það get ekki allir verið að gera það skilu, en það eru ekki allir að ná the shot eins og Casey, það er ekki allir Casey skilu. Hann er alltaf eitthvað sturlað hann er sturlaði sko. hann er eitthvað veikur, en hann var líka með eitthvað svona, hann fór bara gegnum eitthvað svona burst tímabila sem hann bjó bara til, það var eitthvað svona surge, eitthvað svona það sem hann gerði eitthvað 600 eitthvað vlogg á eitt vlogg á dag í 600 eitthvað daga og hann var að byggja upp beam á saman tíma sem var svona fara fyrir utan okkar já, þú veist, hvað sagði ég fór hann fyrir utan og tók myndið í alvörinni? Já, það er nett, en hann bjóð til það líka ég var svo jealous að það mér svo mynd sko. það er það styrla maður að gera og CNN keifti síðan fyrirtæki fyrir þú veist hellingspeninga þú sagði $20 million það er fucking crazy 20 million og hann har fucking badn líka þrjú muni ekki eftir þarna early vlogs sem þú sér krakkan að verða stóran svo verður náttúrulega stóran og bara er þetta svonur hans? Allt öðru sig algjörlega sko. við fórum eitthvað waterpark og alls konar sér er það ekki næsta spurning? Hvert langar þið mest að fara næst að taka myndir? Getur verið hver sem er í heiminum ok, mér finnst norðurskautið vera geggjað, ég var mjög mikið til að fara til Grænlands og Svalbarða og norður Noreg, norður Svíþjóð, norður Finnland og svo eitt staði sem langar sjúklega mikið að fara og ég followa eitt gæja þaðan og það er Rússland og þetta er svo ógeðslega steikt að sjá þetta því að fyrir mér og við erum alveg upp í vesturheiminu þá er maður er svo lítið exposed af Rússlandi og þetta er svo ógeðslega stórt land og hann er á svo ógeðslega remote stöð, mér finnst ekki eitthvað svona staðir sem ég veit ekki einu svona komst ánga og þá er hann að taka myndir þarna sem ég finnst að gegja svo væri líka til eitthvað svona norður hluta Kanada og eitthvað þannig eitthvað svona remote norður heimskauta þannig hef ég finnst mér að vera geggjar Viltu fara í kulda? Já Ertu svona snjó finnst þið snjór cool? Mér snjór cool sko. Snjór geggjar og að líka þú verður að gera Icelandic Nei, mér finnst það það í ljósmyndun þá finnst mér svo finnst mér bara gaman að taka myndir af öllu einhvern veginn en þannig landskapið þannig landslag er geggjað já, er Nifty 50 góð lensa til að hoppa í næst? Já, Nifty 50 geggjað það er bara 50mm linsa já, randa spurning ég veit ekki veist þú hvað Nifty 50? Já, ég hugsa alltaf bara Canon því þú ert á Sony þetta er algjört Canon dæmi Nifty 50 jú maður 50mm linsa eru fínt lúk það er bara standard lúk platta ömmu mín alltaf að kaupa hana því að það var fyrsta linsa held ég að svona önnur heldur en svona kit linsa jú, það er bara 50mm lúk ég er bara frekar solid lúk ég held að það sé mjög mikið svona þú veist, margir byrja henni og eru bara með hana alveg bara, hún er geggjuð sko hún líka, já, geggjuð í port þetta er bara geggjuð linsa sko myndið þú segja þú sést með lúk bara, þú veist, að ég lúki já, ég svínfokki lúka ég veit ekki alveg ég veit ekki já, ég myndi segja, sko, ok ég ætla að búa stöðan að segja að þú veist að viðkomandi er ekki að tala þú veist, hvernig ég lúka þá er náttúrulega að tala þú veist, stílinn minn já, ég myndi segja þessi ákveði lúk en þú veist, ég sé það ekki alveg þú veist, ég er alltaf að bera mig saman við einhver aðra og þú veist, mig langar ljósmyndum minn, ég er alltaf svona að reyna að ná einhverju, þú veist, ég horfa svona mynda mínu þetta sökkar, skilur en síðan sé þetta í prenti og bara, þetta er bara frekar fucking cool, sko þannig að, ég myndi segja að ég er ekki alveg með bara svona grjótar sumir er bara með grjótarðan stíl sem er bara stílinn þeirra og sér það bara mitt meira svona aðeins eitthvað svona það fyrir eftir hvað er að gera eitthvað, ég edita ekki ég edita mynda mína bara svona eins og mér langar að edita þessa mynd skilur þannig að, ég myndi segja ég er með smá lúk sko. En
Þegar þú prenta mikið myndina þínar? Ekkert geðið mikið en ég prenta myndina, við erum með geggjaðan prentara í stúdíun okkar. Við þurfum að tala eins um þetta stúdíó, þú talaði um að þetta var alveg game changer að færa vinnuna þína yfir í eitthvað rými. Já, þetta grínast í mig. Fyrir það, þú veist, fyrstu kannski 4 nú erum við þessu í 5,5 ár, fyrstu kannski svona 3,5-4 árin þá var ég bara að gera þetta allt heima á mér eða þú veist, ég bjó hjá ömmu minni svolítið lengi og gerði þetta bara heima á eldhúsinu ömmu skilur og síðan þú veist, heima hjá mér því flutt út í Svíþjóð bara og allt svona og síðan komst inn í rými á vinnum mínum og það breytti öllu, þá ertu bara með þú veist, þá er það meira alvöru einhvern veginn og þú ert með vinnustað og þú mætir í vinnuna, annars ertu bara eitthvað þú veist, að vinna heima á sér, það er geggjað í hálftíma síðan hættir það að vera geggjað síðan sér þér með þetta já, bara, vá, þetta sökkar og það er bara svona, ok, vá, ég er bara kill me now, skilur í alvörunni, það er bara eitthvað svona ferð ekkert út, verð bara inni mér fannst það að vera geggjað fyrst og síðan fannst mér að sökka og það breytti öllu, við vorum fyrst með stúdíu sem var frekar næs og svo fluttum við yfir í annan stúdíu, við erum með 50 okkar fyrir stúdíu og 4 metra lofthæð, við erum 3 ljósmyndar að deila þessu og allir að gera eitthvað mismunandi, þú veist, einn tísku ljósmyndari, ég er eitthvað, þú veist, samfélagsmiðla trúður og nei, samfélagsmiðla kongur það sem ég meina eina vinna með svona, hún prenta mjög mikið og býtur svona súrrealíska ljósmyndalist með prentun og prentar út og selur galleríum út allt Svíþjóð og í London já, það sé það sem á kannan fælt í eitthvað já. Þannig að við erum annað saman sem er líka geggja, það verður ekki eitt skilu og mæti í vinnuna að það eru 2 aðra manneskjur og svona það er mjög skemmtilegt sko. Þannig stúdíó finnst mér vera algjörlega mál, það er líka með þú veist, ef þú ætlar að vera ljósmyndun og líka bara YouTube, þú endar á að eiga bara fullt af einhverju svona shiti. Við erum alltaf að fara með þetta upp og niður ég segi hvert einskipti sem við þurfum stúdíó þá ertu bara með allt riggað og tilbúið þú veist að fer alveg, hvað er þið hálftíma, klukkutíma að rigga þessu upp við erum ennlega svona 3 við erum náttúrulega sko við erum alltaf svo latir það er ekki eðlilegt og svo bara það er að fara á John the Juice og svo líka það er von að koma já, einmitt þannig bara, þú sendir á okkur og ég bara fuck, við erum að ekki stress sko, ég var bara ekki búin aðeins fyrr og eitthvað svona, ekki tjekka á okkur það er bara fínt sko já, og svo þú veist, erum að keyra frá Selfossi skilur með allar þessar fucking græður og maður svona, ef við varum í stúdíu og værið upp í stúdíu skilur og við getum bara keyrt og það er máli sko það bara væri svo geggjað ef þetta fer að, þú veist, mér fannst það að vera bara, það tók mig bara upp á næsta level og þetta var bara svo það var bara máli sko að vera með eitthvað og þá varstu bara með vinnurými og með kaffivélina og þú veist, og mann er leið bara eins og þú veist bara ok, ég er að gera eitthvað í alvörinu skilur, ég er ekki bara eitthvað hvað það gerir, ég er búið í YouTube-vídeó heldur þetta er bara, ég er að YouTube og content creator skilur og þannig að stúdíó var gott steppa fyrir mig og Svíþjóð er miklu ódýrara land en Ísland þannig að þú veist, svona stúdíór í mig er ekkert sjúklega dýr þannig að þetta var bara gott move sko já, er það með pingpongborðan eða eitthvað? Nei, ekki alveg við erum bara með eitt stórt rými og þetta er bara allt í kringum ljósmyndun og svo, þú veist, að því við erum 3 þá eru allir eiga fullt af græjum og við getum að lána græjuna frá okkur öðrum og fullt af ljósum og flössum og bara you name it sko, rísa prentara en það er bara ekki að trubla, þú veist, ef hinn er með shoot og þú veist það er alveg plan í kringum það sko, en að þú veist Magnús er með shoot en annars slæð og þá eru bara með Google við erum bara með kalendir skilur og við púslum í gegn skilur og ég bý mikið til vídeo á sunnudum þannig að þú veist þá stekki í stúdíóið í sko áður en barnið var ég bara í stúdíunum helgar að kekja svo rólegt en núna þú veist maður vill vera með krakkanum og ekki láta bara eitthvað konin að gera þetta allt þannig að þú veist þá lögutum er oftast að gera eitthvað svo sunnudum þá fæ ég en þá fer ég nokkra klukkutíma í stúdíó og þá teki upp kannski 4 er bara eins mörg YouTube-vídeó ég get og þá er ég bara einn og rólegur og enginn að tröfla mig skilur og ef þetta er ekki svona úti vídeo sem ég er að gera eitthvað þá ef þetta er bara tutorials eða eitthvað þá ger ég það bara í stúdíónu á sundum sem ég ekki þannig að eins og því svo bara eitthvað svona Sonja þarf að taka einhver myndir eða eitthvað þá það er bara kalendir og við bara já cool, nei ekki þarna ég er að gera þetta þarna þetta er bara mannleg samskipti
Já maður þarf að læra þetta hvað mannleg samskipti? Ég veit ekki pull up next question. Það bara hvenær byrjar að taka myndir? Ég byrjaði að taka sko, ég gert vídeo heilengi og þegar ég var úlingur þá var ég að skeita og bjóti skeitvídeó og svona þannig komst ég fyrst í kynni við það svo datt ég einhvern veginn úr því en taka myndir var fyrst svona eitt kringum ætla hafi ekki verið ég man ekki aldrei hvort challenge ég var 2017 og 2018 en það var það ár sem ég seti hérna eina mynd á dag á Instagram og það var bara til þess að pusha mig áfram að stoppa og ég misti engun degi, það var bara eitt sem kom í dag, bara einnu mynd og ég fóð frá því að get ekki tekið almennilega myndir í það bara taka fína myndir og í lok þessa árs þá fekk ég fyrstu vinnuna mína sem ljósmyndari og hafði gæði í sambandum bara hey I've seen your pictures, I have this klukk úrafyrirtæki, I have a úrafyrirtæki and can I have a úrafyrirtæki, þetta var brandari en við bara annars er það þú að það er að segja ég hef með úrafyrirtæki en að vill taka myndir og þá bara þennan að sé mig gera þetta á Instagram þannig að ég myndi segja eitthvað í kringan 2017 þá byrjaði að taka myndir og skilja þann heima þú ert að vinna með sama vél en þetta er aðeins öðruvísi þú ert að pæla í einu ramma versus fullt af römmum En þú líka vá þetta mig hvað ég ætla að segja Nei, þetta gerir svolítið oft við þig, þú verður að fara að hætta þig Nei, ég er ekki hætta þig Þannig að þú sagðir akkurat í byrjun þegar mun að spyrja það Instagram núna byrjar á mynd 64 Nei, 57 Já, ég er búin að arkæfa fullt af ég fór í arkæfi með þenn daginn og var að hugsa svona með mér ég ætti kannski bara að setja allt þetta ár upp þannig að fólk að ég tala stundum þetta og fólk geti séð hvernig þetta bara byrjaði á bara einhvern sökkuðu myndum og svo fyrir það, þá er þetta bara töfrabröð þannig að þetta er sama Instagram Þú stofnar ekki nýtt Instagram Ég byrja bara að taka myndir og svo eftir eitt ár og svo bara eftir eitt ár því Instagram, sko áður en Reels kom það var bara suttalega erfitt að stækka á Instagram þannig að þú veist, ég var bara með eitthvað í byrjun þegar ég gerði þetta var ég bara með eitthvað svona 500 followers eða eitthvað það var bara vinir mínir eða eitthvað þannig að þú veist, ég var ekkert að spá í þannig og síðan fór þetta upp eitthvað 2000 followers og var að matla þar eitthvað þannig að það var bara eitthvað að kommenta á svona fyrstu myndina eitthvað, oh so this is your first image might I ask, why does it start on 57 what, já og eitthvað svona ég ekki eins og sé það kom alveg sturla mikið DM mitt er fullt og þess að stundu þegar ég er svo lengi að svara stundum að því ég bara með ég var líka að hugsa bara, vá, mér skrisi að svara eða svona, ég fór hún í TikToki þetta var live og ég bara blessa nice þið voru líka búin að hafa sambandum áður ég var alveg til í að koma skilja og svo þegar ég komið þarna og verið svona já, sendið mér þarna og ef ég svara ykkur ekkert, bara sendið mér aftur þetta er ekkert persónulegt það eru 800.000 manns að followa mig þannig að ef ég næ ekkert að svara ég með endalust að requests að fólk að spyrja mig bara eitthvað þannig að ég næ ekkert að svara öllum og ég með alltaf því þetta eitthvað svona nú ætla að svara og svo svara ég fólki og síðan það er bara strax komið aftur þetta er bara eins og að reyna að klippa arfa sem kemur alltaf upp og það er ekki hægt að það er ekki hægt að Ertu ekkert um að rekna þessar? Þú veist, Svíþjóð og Íslandi líka ekkert eitthvað, það er ekki eins og ég þarf ekki að fara hett út í Hagkaup Nei, ég er bara að tala bara Já, ég lendi í, sko það er mjög cool, sko, bæði fyrir YouTube og TikToki ef TikToki er oftast aðeins yngra fólk en ég lendi því fyrir senast bara þegar ég var senast á Íslandi þá lendi ég nokkru sinnum í því bæði á gósinu, þá lendi ég alveg slatta í því og ég var á góstöðinu svolítið mikið og síðan líka bara neyri bæ þá kom ykkur bara gæði ég horf á YouTube geggja eitthvað og í Svíþjóð lendi ég alveg nokkuð svona líka kom ykkur túrist timminni daginn ég var satt með mömmunni hún var hjá mér í sumar í Svíþjóð og kom ykkur túrist timminni og hey, are you making YouTube videos? Eitthvað svona, já cool, like my son is 14 he watches you all the time he just sits over there but he doesn't want to come to you I just want to say hi ok, cool, hann jú, þú lendir alveg í því sko ok, skil að vera þessi svonur vera svona eitthvað, já þetta er YouTube á ég fara að tala nei pappin eitthvað svona pappin alveg ekkert eitthvað svona og þetta er alveg sturla sko en starrendin er svo að þú veist TikTok er ég að draga inn yfir 1 million views á mánuði og ég mest verið að draga inn kannski 12-15 million views á mánuði á TikTok og YouTube er ég oftast með 150 til 300.000 views á mánuði og þetta er fólk fyrir mér er þetta bara eitthvað statistik en þetta er lið að horfa og tjekka og þannig að það er fullt af fólki sem er að horfa á mig vera að bulla eitthvað þannig að
ekki stundu bara ég gæi og fólk að horfa ég bara segja einhvað kjátt ég bara segja rugg sko, kaupi þessa tösku hérna. Já, þú varst að gera vídeo að tala í vindöluna og svo svona fór ég að skoða þarna ég eitt vídeo að Arnúlur Hákonússon að hitta accountið sem var þá Magic accountið áður og maður bara, já, hérna hann ekki hann horfir ekki alltaf í linsuna hér allt annað líka, bara hvernig ég bara presence mitt á myndavél allt öðruvísi, þú veist, það tekur alveg svona tíma að læra að tala fyrir svona myndavél eins og þú sé bara, þú veist, eitthvað fólk já, bara vera þægilegur, þú veist, ekki vera eitthvað svona vandræðalegur að gera það, skilur, þannig að þú veist, það er bara æfing. Ég held að sé sko í framtíðinni mér líður svo að verði mjög sko valuable að geta þetta sko. Ég held að það sé bara sturla valuable og allt sem tengist við að geta búið til content er sturla valuable og segjum bara content, þú veist, þá er ekki bara að tala um að þið búið til personal brand, það er til dæmis félagi minn síðan eitthvað svona 45 ára hann er með fyrirtækja sem hann býr til bara svona content, bara vídeo fyrir fullt af fyrirtækjum í staðin fyrir að búið til svona big product fyrirtæki í dag eru að setja miklu meiri pening í að búið til svona stutt samfélagsmiðla vídeo í staðin fyrir að setja bara eitthvað 10 miljóna í að búa til eitthvað eitt risa billboard vídeo eða eitthvað sem fyrir bara það horfður enginn á sjónvarpi, skilur þannig að þú veist, nema eldgamalt fólk og hérna og hann er að draga inn eitthvað í 50 kúlur á ári bara að gera þetta og að því hann er bara fullu og hann var einmitt að útskýra fyrir mig bara um daginn að þú veist, content is king og það þurfa allir content og þú getur búið til content, þá getur fengið svo mikla vinnu og öll fyrirtæki að reyna að búa til content að auglýsa sitt en þá er hann ekki að gera content fyrir sig, hann er að gera content fyrir aðra en það er samt valuable, ég meina það er vinna og það þarf að vinna nema og viljir, þú veist, þú þarfst að vinna þú er að bóta með eitthvað en það er ekki option Nei Veist sko Brian Miller Magic er? Nei, en ábygglega einhver Magic Man. Já, þú ættir að checka það er svona Magic og líka vídeo sko. Cool. Hann er mjög lítill sko. Það myndi ég segja. Lítill? Hvað er lítill? Svona lítill? Boom. Ég veit ekki hvað hann í mörgum subscribers en ég get checka hann. Það er tvær eftir hérna upp á þessu ljósmyndagræða. Myndavél. Já. Það er gott. Myndur þú segja að myndavél gear doesn't matter? Sko þetta er geggjur spurning já, mér langar að spyrja þessi þú ert að TikTokinu alveg stundum með síma en líka alveg bara og þú veist alveg fullt sko. Já, bara það sem þarf sko, ég tek líka fullt að myndum með síma mínum og eitthvað sko, þannig að þú veist nei, mörguleiti skiptir ekki gerið eitt máli en hérna, hvað er að gerast eitthvað? Alltaf skrínana Takk fyrir smá eina, já, nú er þetta komið aftur touch, svona lítið talva Svona okkar ekki að gleyma, þú veist, að því maður er búin að skrifa niður eitthvað sem er þetta svona bullet points? Þetta er bullet points, svona ok, það eru fleiri Gengur okkur vel? Já, ég veit, ég er búin að skrifa niður við erum að smúta að hafa það alla Gear doesn't matter að vissu marki, ég held sko að það er ógeðslega létt að festast í því að halda að myndavélin eða linsan gerir þið að einhverju þú veist, eða þú veist að þessi fótboltaskóri er fyrir að gera með að næsta Ronaldo, það er ekki þannig en upp að vissu marki ég var einmitt að tala um Pítur Lindgren daginn sem er bara störðlaður að gera vídeo hann er ógeðslega góður að gera vídeo og fyrir honum og það sem hann er að gera þá þarf hann bara ákveðna vél og hann notar Sony AS3 sem er störðlu vél brjáluð og með eitthvað stuðal dýra linsur og eitthvað svona og það skiptir honum máli fyrir þau vídeo sem hann er að gera en þú veist upp að ákveðnu marki þá þarftu, þú veist, allt sem ég geri er gert á basic ódýra myndavélum og ástæðan ég geri það eins og ég var að segja ykkur í byrjun er að þú veist, það er opna á YouTube að tala um þessar vélar og það eru ekkert margir að tala um þær og mér langar líka bara að sína fólki að þú veist, þú þarft ekkert alveg sturlaðasta stæmi til að gera góða myndir þó það sé alveg næs, þú veist eða sem fleiri megapixlar er náttúrulega með fleiri megapixla og meiri gæði í myndinniðinni og Já, ég ætla alltaf að fara í Sony sko og svo var að tala um ég var að horfa á Caleb Pike sko Nei, en DSLR video shooter Já, það er Caleb Pike, hann heitir Caleb Pike ég kalla hann alltaf, hann er mister sko ég veit hvað það er Já, en hann er einn af mér uppáhalds hann er mjög rólegur hann er mjög rólegur gæði sko hann er bara, hann er OG sko en allan hann var að tala hann var að rakka niður sko A73 mér langaði að fara í full frame A73 og þá var hann að, þú veist að það er eitthvað 8-bit videokódekið og kódekið hjá A73 það fokkast upp eitthvað þegar þú ferð að color grade aðeins og það verður eitthvað magenta shifts í þarna eitthvað veist, og ég var bara, nei, ok, þá fer ég ekki þetta en, veist, og sko þegar þú segir það þá þýr að ég verð hræddur við það sko
Þú að hugsa mig líka sko. Ég hef unnið með það mjög og ég hef kollegreita þannig footage sem ég veist að vera geggjuð sko, en Sony hefur, þú veist, í den þá var Sony alveg þekkt fyrir að vera bara ekki nálega því að flotti litir og Canon alltaf svona eitthvað geggjaði litir. Ég ekki að sjá það, ég sé það í Sony AS3 sko, en að 6.3 og svona það ekki eitthvað næs litir þar sko. En svona í nýjuru vélunum mér finnst þeir eru búin að taka gagnrýni sko, gera góða gera vel í litunum sko, en jú, þú getur ábyggilega verið mega nörd og dottinn eitthvað svona eitthvað. Já, þetta er mega nörd, ég hugsaði með það skilur, akkur maður hugsa þetta þegar maður eftir að gera bara eins og þú, get busy creating skilur. Ég að segja það sko, get busy creating og það sko, svo fyrir náttúrulega bara eftir þegar ég byrjaði þá kollegreitaði allt og var bara mega mikið að spá í, þú veist, öll lýsing perfect og allt svona og ég geri það ef ég að gera eins og ég var að taka myndir, ég var að taka paid photography shoot fyrir Epidemic Sound daginn, ég var að taka myndir af artistanum þeirra, þá er það paid video, þá ég náttúrulega að spá í allir þessu, en fyrir contenti mitt þá ég hættur að spá þessu, ég skýt ekki eins og logg lengur. Ég bara með þetta í standard color profile að því að fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að búa til content og fólki drull þó ég það tekur kannski nokkra klukkutíma að kollegra eitt vídeoskilur, ég get bara kötta það út og fólki fá bara meira content, þannig að ég hættur að spá bara í allt sé bara perfekt skilur og allt bara ok, þú verður að vera með endifilter á þessu, veistu, ég eiginlega hættur á þetta endifilter líka, ég bara hækka shutter-speedin, það tekur enginn eftir því það nefnum bara þeir sem vita þetta tekur það, já, en þú tekur, núna ég bara fyrst var eitthvað, nei, það verður að vera þú veist, þannig að 180 rúlin það verður að vera, svo bara þú veist, hægir það svo mikið á mér að þú veist, ég að ná skoti og svo svona, nei, betur þess endifildir, nei, betur hann út okkur þess endifildir, í snæði fyrir að shutter-speedin upp alltaf, þetta lítur alltaf skilur, ef þetta er smá overexposed alltaf, þetta er YouTube-vídeó þannig að þú veist, að bara negla út contenti, það breytti mjög mikið, það er ástæða fyrir að ég get nelt út svo mikið efni líka, þannig að það fór ég að spá meira í, en síðan skiptir það svo miklu máli hvað þú ert að gera, þú veist, ef þú ert Gerald Undone, veitu hvað það er, eða eitthvað svona nördi sko. þá þarftu náttúrulega að vera með annað standard eða hvað sem þú ert að gera, en þú veist þetta er bara fyrir mig, þá er ég bara get busy creating og bara söktu því að búa til skilur og vera ekkert að ofpæla hlutina mikið, það var allavega good shit fyrir mig, það myndi ekki endilega virka fyrir alla aðra, en það var það sem ég allavega eitthvað svona sem ég búin að hugsa på síkasti. Ég var líka bara, ég sá vídeoðin og bara hugsaði bara, já, hann að gera þetta fljótt, hann notað A6400 og þetta lítur fucking vel út ég var bara, ég sem að pyrra sko, að þú veist, maður eigið svo miklum tíma skilur ég hugsaði það og svo veist þú ert ekki að flækja þetta skilur Nei, og þú veist, ég alveg kollegrið alveg ennþá, mér skefði gaman að kollegrið og mér gaman að spá, ég spá alveg í stúdíunum mínu, þá veit ég alveg lýsingunum, ég veit alveg nákvæmlega settingin og það svín lúkar í stúdíunum skilur og oft núna þá nenningin sem setur ljósi, ég nota bara gluggan og svo er ég með eitthvað svona netta lýsingar í bakgrunnin skilur og en úti þú sko ég hef notað Sony vélina mína svo ótrúlega, ég þekki hana bara eins og hún sé extension af hendinu minni, þannig að þú veist ég bara ok, svona lýsing núna þannig að þú veist, það er miklu að þú lærir almennilega myndavélina og lærir bara að maxa hana að því þú veist, myndavélina sem þú með hana, þetta er sturlu vel það er þetta ná sturluðum hlutum á þessari vél við erum sko núna, við erum ekki að taka til Bíró sko við erum að taka til Proxy, ProRes Proxy sko að því við erum í Final Cut við erum vanið því, nennum ekki að fara í ég kann á DaVinci sko má bara fokka sér á handjöks en er það, ég hef ofta að spæða því ekki sem þú eru pyrrar út í Premiere að þetta krasa DaVinci ekki að krasa sko nei, en DaVinci er líka bara fucking nice og allir sko learning curve er alveg, það er steep sko en þú ert búin að ná þessu, ég er ekki búin að ná þessu ég er komin að 5% þú ert búin að ná þessu, þú veist, þá bara þú ert líka klippiforrið eða sko, DaVinci Resolve 17 er bara whole package já, ég skil það, en bara klippi aspektin skilur er það ekki bara svipa, er ekki bara timeline jú, þú nærður svolítið síðan bara þú dettur í kollograting, þá ert allir að vinna með notes, ég veit ekki hvað notes er það er ekkert heldur mál sko notes er bara layer sko ok en þú veist, Fairlight, ég er smá hrættu af Fairlight en ég held að sé ekkert flókið sko og Fusion, shit já, þú veist, það er bara svo ég opna After Effects og ég bara, ok, nei, þetta er ekki fyrir mig já, quit bókstaflega sko en DaVinci Resolve, ég held að það sé future sko
Já, ég held það Pro-myndir eru kollogreitar í DaVinci sko, þannig að þú veist og ég held, mér skilst þetta sé miklu nýrra og ferskara svona way að klippa, þetta svona Premiere Pro byggt á 90s Premiere Pro og það verður breyst einhvað en þetta ennþá svona sama setupið þannig að þeir eru vist búin að búa til bara miklu meira svona intuitive hef ég heyrt og ég hef ætlað að skipta í 3 ár yfir í DaVinci já, ég skilði sko en ég er fljótur að klippa í Premiere ég er búin að klippa í Premiere í 5-6 ár skilur og já, ég er ekki að fara það núna sko við erum alltaf með DaVinci en hérna, það er gott svo þægilegt það er svo þægilegt sko, þú kannt þetta á svona en þú getur bara að fara að gera DaVinci getur bara andast bara það sem ég gætu gert skilur að þið ákveð bara að negla út einu TikTok á dag og það klift í DaVinci já, það er þetta mjög gott þá ertu með skilur bara 30 því TikTok bara 10, 20, 30 sekundar klippur easy en það kennir þér skilur að nota shitið en þú ert ekki eitthvað svona detti eitthvað 10-20 mínúna YouTube-vídeó sem tekur nokkra daga að klippa eða þú ert ekki detti eitthvað þannig lærði ég final eins og einu var að segja ráðan ég byrjaði að klippa hans vídeó super simple, svo var aðeins flóknara eins og ég lærði að gera svona gera thumbnail inn í final þú veist að cut út bakgrunnin, setja glow effect ég sagði Einari, sjáðu þetta Einar það var, sérðu munnin, hann bara, nei ég bara, veistu hvað Óli búin að vera ég sé ekki svona engan mun sko hef ég verið búin að downloada Photoshop og geta þú veist, það er svo fljótnar en ég er bara 1, 2 þú veist, maskað út þetta er besta leginn til að læra ég er að gera eitthvað svona ég held bara að við ættum að fá svona öðruvísi TikTok-myndir þetta er bara, þú veist hvað er það milli, gera eitthvað, þú veist já, hvað mennur? Gera eitthvað annan að sitja, skilur og þá, þú veist, getur þú leikið meira með forritið, skilur þá getur þú, ok, ég kannski láta eitthvað koma, þú veist, eitthvað svona ég held að TikTok að þróast mjög mikið TikTok opnaði fyrir 3 mínúna vídeo daginn 5 mínúna það kom 5 mínúna þannig að ég held að þau sé að fara að taka á svona lengra content, sko og sko alltaf þegar eitthvað nýtt gerist þá er alltaf hoppað það þú aldrei að vera eitthvað svona eins og ég er búin að vera í svo miklu stríði við nokkra ljósmyndar sem bara til Instagram ekki lengur að gera myndir so fucking what, skilur, byrja að gera vídeo Reels er fucking shit bara OP sko yes, það er algjört OP shit þannig að þú veist það er ekki hægt að grenja yfir einhverju sem er ekki lengur þú verður bara að horfa fram á við og gera það þannig að þú veist, það er nú voru að detti niður svona pappakýri minn það er ekki hægt að grenja yfir þessu það er áfram að standa upp þannig að þú veist það er alveg rétt samt þannig að þegar eitthvað svona nýtt gerir eins og þú veist að Instagram, TikTok vill reyna klálega að vera aðeins lengra þú veist, það var tíminn sem YouTube-vídeó voru köppuðu 10 mínútur What? Yes ég vissi það sko það er langt síðan sko en þetta voru svona þegar early days YouTube og YouTube voru að byrja að gera vídeo og þú veist, þau horfðu bara PewDiePie eða aðra það voru einu sem voru allir YouTuberar pro-YouTuberar að gera 1-3 mínúna vídeo að því þú veist, þau eru vídeóin sem voru fólk var að séra og svona og síðan skiptir YouTube yfir að watch time skiptir miklu máli og að watch time skiptir máli yes, og þá því meira watch time þú fækst, því meira verður vídeóin sprettið og síðan líka eftir 10 mínútur þá getur þú sett ekstra auglýsingar í vídeóin þannig að þá kannski fengið meiri peningar en þá allt það þú sjá það bara, þú fara aftur á svona stóru YouTubera sjáu bara 1, 2, 3 mínútur 1, 2, 3 mínútur, 10 mínútur þannig að það breytir því sko og ég veit ekki hvað TikTok er að gera en þið bara finnir ykkur á TikTok er geggja, ég veit ekki það eru einhverjir, ég held að sé einhverjir íslingar þetta Lil Curly Haha hann er með hellings og Embla Wickham það eru margi sko þannig að það eru einhverjir maður alveg sé oft bara, wow, þetta er íslendinga já, maður bara, þú veist TikTok er svo skrítin það er skrítin sko þetta er bara svona bara, maður bara, þú veist, what the fuck þú getur sé bara, líka ég er með hellings og followers, ég posta vídeo að ok, nice, það fekk 100 views og næsta 10 views, what? Megar ekki sens, en jú, TikTok held ég að sé bara ég veit ekki, það var tími sem ég var eitthvað svona, ég ætla að vera stæðstur á TikTok á Íslandi og svo var Embla með eitthvað svona alltaf með eitthvað svona 100.000 meira en ég og var eitthvað svona, ég ætla ná henni svo bara hætti að posta, ég posta ekki það mikið á TikTok lengur. Nei. Það er YouTube sem það er skemmtilegast, finnst mér. Já, mér leiðir svo sko að YouTube, það er búið að halda svo lengi. Það er enginn að keppa það. Já, þú veist, YouTube á leikinu en það mun einhver koma og þá er ég að fara þangað. Það er ekki fyrir að vera eilifu sko. Men þetta er samt king sko. Þetta er king núna og búið að vera king í 10 ár. Það var erfitt að hann hendur svo út sko. Hvað myndir, það hafa
ég veit ekki, ef Google bara, þú veist sko málið að Google með monetization, þetta ekki heilbrigð markaður mörguleitið, þú veist, Google með monetization á þessu auglýsingatekjurnar sem ég fæ frá YouTube tekur 50% af því 50% skilur það er styrlað heilbrigðir svona markaðir væru 2,5, 3, 4, 5% skilur max en að þetta bara monopoly á þetta svæði þá er þetta svona en þeir gefa þó einhvað í Facebook og Instagram gefur ekki neitt þannig að þeir tekur 100% það er 0% sem fyrir til kreatorna og ég held að þetta gæti verið svona akkilishællin sem gæti komið inn í annarkvort hér eða í web 3.0 það sem þetta verið þá einhver meira decentralized dæmi það held ég að þetta er náttúrulega aðra pælingar en ég held að það gæti verið inn svona backdoor fyrir einhvern annan og það kemur einhver annar einhvern tímann ég trúi það er alltaf einhver annar og þegar það gerist verður snemma með ég byrja að spara öll vídeóin mín bara eða skal gera bara reposta í því skilur og svona já bara sem vídeó á aðra síðu semast það er sniðið sko ég myndi gera líka að gera því sko ég er ekki Gucci device við eigum öll sko final svona fattaru við eigum allt í 4K þetta komið núna 2 fellar komið ég held komið upp í 600 GB núna finnst þetta svo fyndið sko hvernig þetta svona setup og eitthvað þróa skilur við byrjum bara að var DSLR miðal 2 svo komum við nokkur ljós og svo kemur þessi myndaðal og svo kemur þessi já, ég byrja að elska hljóð líka sko, þannig þetta er 4. hljóðtökutæki eða eitthvað það er sann snild sko að þið eru en svona er þetta líka það er ekki hægt, þú kaupir ekki bara eitthvað allt sett við byrjun þú einhvern veginn svona accumulator það og svo allt í hugsaður eitthvað, já svo einn daginn munið verið svona, langar hann að þá mikrofón sem allir eru með já, Shure SM70 já, við erum alltaf farið við vorum að pæla að gera en þú veist, það er 50 er þetta audio neini, það er sko 2 skall það er 2 skall það munar bara svo litlu slátturinn og snúra og 2 skall sæli sko, dynamic mikrofónar er ekki dýri sko nei. og þú veist, ef þú ert að fara í Shure SM7B, það er 50 skall Shure SM58 sem svona lítur út frá Shure hann er 10 skall þannig að munum svo litlu hoppið þangað myndum hoppið í Shure SM7B það er alltaf að tala 200 skall mikrofóna þegar er on the ballin þá nei, sko, það er ekki peningur í þessu en þú veist þetta er aðalega bara upp á skiluru þú veist bara kynnast bara annar menningu og sjá bara þú veist þetta er líka bara fucking gaman ég trúi því þú veist bara eina sko podcast, ég hef oft hugsað að mig langar að gera podcast það er svona það sem ég aldrei farið einhvern veginn í ég veit ekki alveg þú veist ég væri þá til að vera með spjallpodcast en þú veist, þá myndi maður einhvern veginn þurfa að græja það einhvern veginn, en það verður gera þetta er ógeðslega skemmtilegt medium og þetta er svo, ég hlusta svo ógeðslega mikið podcastum og það er svo OP að því þú ert bara með þú ert ekki bara þú ert ekki investaður bara 100% með auguðin á skjánum bara gera eitthvað annað já, maður, ég var að keyra til ykkur og hlusta podcast skilur hann að þú veist hlustar það ennsta íslenskt? Ennstæla, ég veit mjög lítið vinnum minn að segja að íslenska podcast senan er alveg stór hún er hjút, hún er geggjuð sko FNI, þú veist, útastöðar eru konið í podcast ég sá það, ég hlusta á strákana sem er snild þeir eru eitthvað þúsara eða ekki fyrir að fá blökkastið hvað segir við? Rukka er ekki þúsara sko, og þetta var bara, þú veist, þegar ég hugsaði það var bara vákæðir eru frá að græða á þessu það er eitthvað mörg þúsund mann þetta er bara geggja útvarp sko. Hvað var ekki eitthvað estimate ég var að fara eitthvað reyna að gera eitthvað estimate það var alltaf ekkert að marka það er mörg þúsund mann sem er hjá sko. Man sé bara vísi hvað er að fá mörg views og bara þú veist með þetta fangroup sem þið hafa og er að fara svo að rukka verið þetta skilur með minnir að var og þeir eru svo sniður og þeir eru þú veist að plugga þú veist öllu þú veist þið fá afslátt á safran eða með áskriðung og maður bara snakka þeir eru snillingar sko. Þetta er gott sko en er ekki svolítið svona í íslensku podcastum svona sko að vera með paywall er ekkert slæmt sko það er mér finnst það bæðið sniðut að því að þá ertu með örugar tekjur og líka og það er ekki að vera reyðar auðlýsingar sko Nei eru margir Íslingar með svona paywall eða hvernig virkar það? Já, sko, það sem ég er búin að taka eftir er að sumir hafa svona suma þætti í svona áskrift og eitthvað þetta mánu og svona það er ógeðslega sniðut því þá ertu líka að ná netinu það er náttúrulega líka að veiða fólkinn sko í ykkur þannig að það er mjög sniðut en við veist þú er að gera þetta þegar maður er miklu stærri en við sko, þú komið miklu stærri út í þessu það er að vera hæ eða fucking ötti blöndalega kjáta sko. Já, líka, þeir gera það mjög vel það er alltaf að vera grín, það er mjög vel gert þeir eru náttúrulega bara snillingar sko.
en þú veist, þið eru bara 17 skilur það er geggja bara 17 það var búin að ég veina alveg ógeðslega randa spurningu sem ég var bara svona hvernig fokkan lestu köttin elda í TikTok-vídeónu já, sorry, ég bara, þetta allt í dattinu í hausum sko. Þetta er kísansk, þetta hús er þetta hús er svona sumarhús hjá föðufjól, ekki föðufjól er þetta svona köttur sem er svona nei, þetta er bara kísan hjá pappa Elvíru er þá kærasta mín og hann alltaf eldi mig ekkert, hann eldi mig en ég alltaf klifti þetta eins ég var með nammi já, ég segja samt já, ég veit það en þú veist, ég segja þetta var svo cool þetta leit út eins og ég bara mesti cat whisper ever bara á speilinu en þetta bara leit hann út þetta var náttúrulega, þetta var smá svona ég tjekka á hann svo er hann svona nammi svo lappa í burtu og hann eitthvað svona kemur eftir mér og síðan eitthvað svona en já, þetta leit út eins og ég kettir og klárir fyrir það en ekki, þessi er mjög klár köttur en einhvern veginn bara, hann er mjög gæfur sko, og þægilegur og já, ég man því ég gerði það vídeo þetta er að fara að fá view sko. Ég man fæk ekki einhver miljón views ég man sko, ég var að reyna að kenna kettir mér koma þegar ég gerir svona ég var bara, þetta gangur svo vel kom alveg 8 skipti, ég var með harfisk alltaf kom alveg 8 skipti og þú veist, og svo sleppti ég þessu einu sinni og opnaði svona enduna og það var ekki harfiskur kom aldrei aftur hún bara samátti á harfiski hún bara, nei, fokka ekki þetta shit þeir eru bara nei, já, ég veit ekki ég held að þetta vídeo var líka svo stórt að því að þeim fannst það er náttúrulega cool að sjá kött gera þetta Ertu ekki træddur þú veist að þú ert þinn eigin boss ertu ekki træddur burnout að þú veist getur verið of harður á því Jú, ég er búin að eins og ég segi áðan ég aðeins spáði upp og síkast svona það er ábyggilega komin tími að minnka aðeins í staðan fyrir að ég hef alltaf reynt að setja sko í fyrsta lagi í meira en ári er ég búin með bara 3 vinnudaga og ég og kona mín skiptum barnafríinu þannig að ég vinn 3 daga og hún 2 daga sem er líka búin sturglega búin að gera þetta allt með 3 daga vinnuviku og ég get ekki beðið eftir að 5 daga vinnuviku aftur því það, ég veit ekki hvað, ég er að unleasha Kraken þá sko, að ég bara fara að detta aftur bara með Akkur myndi fá 5 daga vinnuviku af því þá fyrir Anita sem er á dóttur mín þá fyrir hún leikskóla já, þú veist við erum þannig að ég er þá 2 daga í pappaleifi skilur þannig ég með 5. og 1. er ég og Anita bara saman og ég vinn þá ekki en nema þú sefur þá svona sníka inn einhverju smá maður er alltaf workaholic skilur en þú veist þá sníka inn einhverju þá jú, stundum get ég alveg hugsa svona ok, þú veist ég næ samt að gera 1 til 2, 3 YouTube-vídeó á viku og pluss allt annað þrátt fyrir að hafa bara 3 daga vinnuviku en ég hefur að hugsa upp á síkasti að ég ætti kannski að gera janúar og februar 2 vídeó á mánuði þá myndi ég myndi ekki alveg bara kúpla mút skilur ég er ekki að fara að gera það en ég er ekki crazy sko bara aðeins róa sig já, bara róa sig aðeins og þá get ég anda aðeins svona og ekki alveg er bara upp í einhverju ok, það verður bara að koma fullt af vídeóum þú veist, eða samt ekki það bara holdt út af þú veist, þá farið líka bara meiri hugmyndi og getur látt meiri tíma og þú verður að gera það og það er allir að segja það skilur og þú verður að gera þetta og ég ætla að prófa þetta sko næst ekki um podcasti að vera bara svona þið verður að taka pásustrákar, það er geggja en jú, ég held að það, ég get alveg stundum spáðið svona en ég hef ekkert eitthvað sjúklarhættur við það sko af því að þú veist, ég er líka að gera eitthvað sem mér finn þú veist, þetta er ekkert eitthvað, mér líður ekki eins og ég sé bara að vinna á fullu, eða þú veist ég er að gera eitthvað sem ég er skaman og enginn getur sagt mér neitt, ég bara vinn eins og ég vill og allt svona já ég geti einhvern veginn ekki ímyndum mér það er einhvern veginn að geta bara vinna unnið bara, þú veist heldur þú getur þetta ekki? Þið getur gert það með þetta, menn þau eru 17 og með rauna podcast og eitthvað, þetta er alveg með drive skilur. Já, nei, ég get ekki ímyndum mér einhvern veginn svona þessar stöður, nei, einhvern veginn, ég veit ekki einhvern veginn svona, að þú veist, þú ert með passive income líka, en þú veist, ef þú vinnur meira, farið þá meiri pening, þetta er svo mikið balancing, skilur, ef þú gerir gott vídeo, þá fyrir meiri, skilur þú þannig, með pening. Já, algjörlega, sko, og því fleiri vídeo ég geri, því meiri income en ég get samt alveg, ég held að ég get alveg bara bremsa þetta í sko eitthvað bara langan tíma og það er samt að koma að slatta ég meina það eru YouTube er eins og byggja upp bókasafn af efni, sérstaklega efnið mitt er mjög mikið tutorials og annað, en þetta er mikið evergreen content sem verður að vera, kannski ekki gervídeóin þegar þau vera gömul, en linsur það er eitthvað sem er að fara að vera, þegar þú talar linsu og ég veit að það er ferskara miklu lengur að ferskvara mjög lengi og þetta, fólk er að leita að þessu, þannig að þetta er í lúpunni og þetta í Snandika er með 200-300 vídeo uppi, þannig að það eru fullt af vídeóum sem eru bara í gangi og eru bara að sörkuleita
á veraldarvefnum og fólk að leita að þessu, það poppar upp hingað að þanga og já, sem er bara snild sko, en síðan ef ég að posta mikið af vídeóum, þá náttúrulega ég með meiri views og þá þar að leiðandi meiri tekjur. Svo Mr. Beast var að tala eitthvað, hann var alltaf að segja eitthvað, ef að litlir akkántar myndi gera bara eitthvað eitt vídeó eða svona eitt gott vídeó, stórt eitthvað, þú veist, ertu búin að hugsa eitthvað þetta? Já, sko ég held að sé alveg sniðugt, ég ætla að prófa tímabil núna þess að ég ætla að setja meiri tíma í hvert vídeó, veitu hvað Matti Avella Já. Hann hans vídeó, hann kemur með svo ferskan vinkil á þetta, því hann kemur úr heimildamyndabransanum minimalism, já, og bara vera heimilda kvikmynda gerðamaður, þannig að þú sér það bara á stílum hans, þetta er svona rólegt lokt, geðið kósi lokt skot, geðið mikið lagt upp á ramman skilur og svona mikið voiceover og annað eins og heimildamynda gerð og eða svona eins og allan eins og hans stíl heimildamynda gerð og hann klálega leggur ógeðslega mikla vinnu að gera eitt geggja vídeo og það eitthvað sem ég var til að prófa að setna en síðan er ég líka bara þannig gerður, það er svolítið svona Casey Neistat í mér að vera bara negla út einhverju shiti, það virkar líka þannig að ég held að, en ég er alveg sammála líka Mr. Beast, en ég er líka sammála þú veist, ef þú vilt byggja upp YouTube eins og ég sem byggði á kannski mikið af content skiptist oftast í entertainment eða information, ég myndi segja að það er svona grunnurinn, annarkvort er það búa til skemmtanefni eða svo er það búa til information, eitthvað svona upplýsingar fyrir fólk og ef þú gera mikið af upplýsingum þá er bara næs að negla út eins mikið og getur af bara eitthvað svona DaVinci fyrir mig, Premiere Pro, Lightroom, Photoshop tutorials og grunnurinn á þetta sendinga er þannig og síðan þú veist, þegar ég næ fólki til mín sem byrja að horfa á mig hefur áhuga á mér þá getur ég fara að vlogga hans meira og gera meira vídeo sem eru þá skemmtlegri þú veist, sem fólk fara að kynast mér aðeins en í byrjun, ef þú reyna að vlogga í byrjun það er engin utlum drullskilur Ertu mikið að vlogga? Já, en þá er oftast eitthvað svona þú veist, tengt einhverju svona ljósmyndamissjoni þannig að einhvað í það áttina eða eitthvað, það er ekki bara straight up eitthvað ég stundum spáði að gera svona dagur í lífi þú veist, íslensk youtubers Þú talar ég er að hugsa ég er að tala, ég er að taka upplýsingar úr TikTok kursinu þínu frá hvað heitir Domestika, já. Það er ógeðslega basic kurs Já, ég kíkti aðeins á hann ég keypti hann í gær og kíkti á þetta Þú getur talað um mig, ég getur grætta eitthvað bara þetta er ekki dýrt sko ég fór eitthvað böndul $20, það fór líka þetta það er fullt af kursin ég ger með þeim ég ætlaði fyrst að gera eitthvað svona bara hella kurs og þau eitthvað svona gerum bara ógeðslega basic kurs í byrjun það er fullt af fólk sem kann ekki neitt á það og síðan gerum annan kurs einna og ég er að gera annan kurs með í febrúar fyrir eftir að gera með þeim en já, það er fullt að geggjum kursum hann ég teki nokkra með fullt að geggjum þetta er svo rátt líka, þetta er bara kemur frá Spáni ég googlaði þetta svona information þetta er skillshare basically okay. Nema allt er in-house producerat allt er búið til in-house þannig að það er svona ákveðin standard yfir öllu og sem mér finnst mjög cool en það er ekki bara einhver fólk heima á sér ég basically þegar samfæðum við búum til kurs saman tók svona 3 mánuði bara svona púsluðu saman og þegar það var púsluðu saman þá fluguðu þeim mér út og ég var bara flogin út til Spánar og bara henni í hótel og síðan var bara í stúdíu allan daginn að filma og þá var 5 manna tím það er DOP, director of photography og einhver ljósamæður og 2 svona kvikmyndamenn og allt filma á svona mynd að vera Blackmagic 12K, 4K, 6K 6K Pro ég var ekki að spyrja því Pro eða mér fannst bara geggja að þurfu ekki að spá í þessu ég er bara mætt að svæða sem talent það er líka miklu betra fyrir kursin sjálfan þá er þú bara að pælum ég var bara að pæli að negla því sem við varum að gera en það var mjög svona að mjög fínt basic kurs ef þú veist ekkert TikTok og 6.200 og hafa núna tekið þetta og stendur bestseller það var vel gert hjá til hafa mikið með þetta en ég er bara að pæla hvernig virkar þetta hjá þeim, eru þeir að taka 15 eða 20 kött eða hvað ég má ekki ef við myndum slekka á myndalinn get alveg sagt okkur en ég má ekki, ég er alveg búin að skrifa no pressure en þeir taka, dýlinn er bara þannig að þeir taka alveg freka mikið frekar mjög mikið kött ef þetta kemur í gegnum þá en þau eru líka negla auðlýsingum út allt skilur en ef það kemur í gegnum minn link þá fæ ég miklu meira þannig virkar það
Já, þetta er mjög sniðið sko. Þetta er passive income líka. Já. Courses maður var alltaf eitthvað, herru Afi, ef við ekki að gera hérna svona íslensku kurs fyrir svona krakka sem kunni ekki ef við ekki gera podcast kurs sko, courses eru geggjaðir, sérstaklega að gera það sjálfur þá ertu, við veitum hvað Sorella Amor er Sorella Amor hún er með 1 million followers, hún býr á Íslandi hún býr á, þetta er ástralskur youtuber, býr á Íslandi búin að búa inn í mörg á 5 ára eða eitthvað svona gælla hún er þetta er svona YouTube gælla og hún er mjög nett, ógstættuleg hún er bara búið fullt af courses og hún er amerískur milljónamæringur á YouTube öllu því en stór hluta því held ég að sé kursarnir hennar, hún selur á fyrir eitthvað nokkur $100 per kurs og ég veit að það er nokkuð 1000 manns að taka það og síðan getur bara, þú veist, gert reikningin þar, hvað mikið helling skilur ef þú veist, hásar þetta sjálfur, þú veist, vefsíðan þá ertu það er kaching skilur það er kaching ég ætla að byrja að nota þetta sko það er kaching ég veit sko þetta notum við strákan, það er kaching sko Brian Miller Magic sko hann náði mér í $100 sko að course podcasting það er mjög lett að selja til hluti hann var bara, já þetta verður $500 núna er svona já alltaf þannig já maður bara Óli sko, þú veist sko B&H eða ekki jú. Óli fucking crazy með alltaf save eða þú veist save 20% eða eitthvað Óli bara, guð, þetta er hérna á 20% þessar töskur allar á svona það er stóru, það er svo það er þetta rigg skilur ekki að bara droppa það beint í það er líka geggjubúð sko, ég hef alveg keft eitthvað shit þar líka sko B&H, ég var einar veim húur B&H húur já, við keftum okkur húur það var fucking cool sko en alltaf ég var að taka upplýsingarnar úr sem TikTok course, það sem þú sagðir skilur my image er að þú ert að gefa, þú veist photography og allt þannig og svo líka smá sjálfa þig og þú veist mér finnst það svo flott með þig, þú ert svo einlægur á þessum miðlum, skil, þú ert ekki að fela neitt nei, það skipt líka svo miklu máli að vera þú sko þú veist, ákast þetta bara byrjun eða nei, þetta held ég sé bara hluta persónuleikunum mínu sko ég er ekkert, þú veist, ég er oftast bara svona eins og við ykkur er ég mjög mikið bara við aðra sko ég er ekkert eitthvað öðru sem pappa eða mömmu, ég segi líka pappa hei pappa, kallum hann bara fucked up melgin eitthvað svona, þú veist ég og pappa minna fyrir stundum og hömrum okkur ef við erum að drekka bjór saman skilur hann, þú veist það gerist alveg sko, en þetta og það núna, ekki drekka kids, jú, hann er gaman að fá sig sko, en þetta var mjög mikið allt í hennu bara ekki drekka, jú, það er gaman samt það er gaman að fá sig stundum, sko, bara gera það í hófi en jú, sko þetta kemur náttúrulega hægt og rólega persónuleikin þegar það er að skína betur þegar meira og gera þetta betur í aðeins en ég held að sé sko ég segi oft svona sko, fólk kemur til þín og horfir á efnið út á kontentinu en það klikkar subscribe og það, they stay there because of you, út af þér þá, hvernig þú ert, þau fíla þig og fíla hver þú ert og hvað þú ert að gera sko. þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli það eru ógeðslega margir að tala um myndavélar á YouTube, þetta er bara nýs sem sprakk upp skilur, Peter McKinnon, bara bóm allt upp í lofti og fullt af strákum eitthvað að byrja að tala og stelpum líka að byrja að tala um myndavélar, en það er bara eitt þetta slandika og þú veist, það er bara eitt sem er bara að tala um myndavélar með íslensku reym skilur og með eitthvað íslensk, með bara mitt grín þannig að þú veist, það skiptir gríðarlega miklu máli að vera bara þú og setja þitt twist á allt sem þú gera þannig að þú grínist út með við sjálfvæði og vinniðina, þú veist, ertu líka með það þarna finnst mér það er ekki, ég myndi gera það þess vegna er ég að dominata that's why he is making a kaching það er að djóki ykkur Icelandic guy, hann er kokki það verður á pínukokki, verður á trúa hér skilur já, maður verður að trúa hér ykkur ertu með einhver loka orð fyrir elskulega hlustendur sem eru heima, ég meina þú veist ef þið hefur áhuga að gera þú veist, það skiptir ekki máli hvað það er skilur, bara go for it það er eiginlega, þú veist það þarf að vera svolítið sturglar ákvæða bara ok, ég ætla að vera pro-youtuber og það þurfti, það tók fullt ára fyrir mig bara sem enginn er að glápa og ég hugsaði margótt þetta er ekki að fara að virka, skilur, hvað er ég að gera fólk er í kringum með háskólagráður og meðan ég er bara eitthvað búin því ömmu minni að þú veist reyna að gera YouTube-vídeó eitthvað, þú veist, en ég hef bara tröll trú á þessu og vissi að þetta myndi virka og hvað sem þetta er, þú veist YouTube er erfiður markaðar að komast gegn en þú veist, þannig að þú veist, já því bara go for it, sko, ekkert vera og ekki láta, eitthvað fólk segi eitthvað skilur að geti ekki gert eitthvað þú veist, geti gert það er ekkert mál, og það bara gera þetta og þú veist, og það bara að þú veist, sakrifæsa tíma þú getur ekki verið að horfa á Netflix og eitthvað bara þegar aðrir eru að horfa á Netflix þá erst þú að klippa poddið þá er það bara, við erum að vera podcast meistarar. Hvernig horfður þið síðast á Netflix? Langt síðan, sko
Það eru einhvern Netflix en það ekki bara degja það kemur alveg fyrir, mér er svolítið gaman að horfa á íslenskt efni, það kom að því að kærasta mín sænsk og mér er gaman að horfa á íslenskt efni með henni þannig ef það kemur eitthvað svona, það kom að Katla, mér varst það svolítið, það er senast þegar það kom þá horfið á það en annars er ekki svona, sérstaklega með barni ef ekki horfð á bíómynd eitthvað en þú veist, nei og nýta kvöldin og svona döðan tíma í að vera eitthvað, networka og klikka og þú veist mér var svolítið skemmtilegt í Svíþjóð sem er stóra mikið samgöngum, almenningssamgöngum þannig að ég var einmitt að spája, ég þarf að keyra til þeirra hinga annars hefði ég verið bara í strætó eða í metrónu að svara fólki eða þú veist, eitthvað aðeins að svara kommentum eða nýta tíman í að vera eitthvað svona það er svo mikið, kommentavinna er mikil í þessu og ég svara eins mikið kommentum á YouTube og ég get, skilur það er líka, þú færð svar frá svona stunduleg stórum maður er bara, ég man, það var Ryan Nangl, veist hvað það er? Hann var svona mikið selfie lögt svo maður var að downloada hana Bars, Black Bars og Jasmine Lair fyrir Final Cut og hann svaraði mér á Instagram og ég bara, sjá, hann svaraði mér við erum bara basically vinir maður er dedicated fan sko. Þannig ef þú svarar öllum þessu þá er það komið bara boom, dedicated fan það er nefnilega máli sko, DM eru erfið sem mér en komment svara mjög mikið og svo reyni ég að svara DM, ég tek rassir og svara DM sannaslægið þegar það er alveg rétt, þú veist, það er bara það er líka bara svo gaman að fá komment já, ég veit ekki hvað það er, svo með TikTok maður bara svona, höfður komment og maður bara svona, yes já, þegar fólk er að kommenta á ykkur já, þú veist, það er geggjað sko bara þú veist, eins og þegar þú byrjuð vídeo þá, mér finnst miklu skemmtilega að fá komment heldur en like, sko, já, þú veist bara já, kommentin er geggjað, sko svo svona, jú kommentin er geggjað, sko bara, þú veist, það er snild já, alltaf enda hér já, ekki bara, ég held að það sé bara hvað eru búin að tala lengi? alveg, 2 tímar, sko hún segir fórum í algjör flæði, sko nei, við byrjuðum eitthvað þetta er búið að vera klukkutíma og 20 mínútur það er bara geggjað, sko það er bara, ég þakka bara fyrir mig það segir bara takk hérlega fyrir að koma takk fyrir að koma og muna hérna fara á þá stráka og smetla á like og síðan alltaf fara mun líka að fara aðstæðinga við setjum allt niður en að bara og með þegar það er ít á subscribe og like og setja comment sko bell notification og kaupa alla kursana kurs nei, ég er að djóka ykkur bara eða nenni takk fyrir að horfa já, mistum mál